Svo 20 sekúndur. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 11. nóvember árið 2025 og hér með settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1422. Mætt eru til fundar eftirfarinn Valgarður L. Jónsson sem hér talar gegn embætti forseta bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Líf Ási Skarstað, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og einnig sitja fundinn Haraldur Benediktsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Og það Steinar Adolfsson sem sér að rita fundargerð. Og ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við göngum til dagskrár og áður en að lengra haldið, liðir númer 1, 2 og 3 á dagskrá snúa allir að fjárhagsáætlun. Það liður númer 1 fjárhagsáætlun Höfða 2026 til 2029. Liður númer 2 fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun ársins 2026 og 3 ára áætlun 27 til og með 29. Og þriðji fundarliður síðan fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar 2026 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 27 til 2029. Og ég ætla að gera þá dagskrártillögu að umræða þessa fundarliði, númer 1, 2 og 3, fari fram saman, verði bókuð undir fundarlið númer 3, en ákvörðun afgreiðslu málanna verði auðvitað bókuð undir hverjum og einum dagskrárlið. Ég bara bið þá sem samþykkja þessa dagskrártillögu að gefa merki. Það allir samþykkir því. Þá skulum við fara betur yfir þessa fundarliði. Það mál númer 1, málsnúmer 2511-024, Höfði fjárhagsáætlun 2026 til 2029. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 7. nóvember síðastliðinn að vísa fjárhagsáætlun Höfða vegna ársins 2026 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2027 til og með 2029 til fyrri umræðu í bæjarstjórn Akraness. Annar fundarliður, mál númer 2507-075, fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun vegna ársins 2026 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2027 til og með 2029. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 7. nóvember að vísa fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Og þriðji fundarliður, málsnúmer 2505-217, fjárhagsáætlun 2026 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2027 til 2029. Og það eins þar að bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 7. nóvember að vísa fjárhagsáætlun og ásamt tillögum sem meðfylgjandi á áætluninni til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Og áður en að ég gef bæjarfulltrúum orðið laust, þá ætla ég að bjóða bæjarstjóra Haraldi Benediktssyni að koma í pontu og gera grein fyrir helstu stærðum og áherslu þáttum í fjárhagsáætlun. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem áhlýða þennan fund, ég mun fylgja hér úr hlaði til fyrirumræðu fjárhagsáætlun eins og hún var samþykkt og lögð frá bæjarráði rétt eins og forseti fór hér yfir. Og ég vil í upphafi byrja á því að þakka þeim starfsmönnum bæjarins, embættismönnum og þeim sem koma að gera þessara fjárhagsáætlunar, sérstaklega fyrir þeirra vinnu. Og segja kannski í upphafi örlítið að þegar við ræddum fjárhagsáætlun fyrir umræðu fyrir ári síðan, endaði ég framsögun á því að segja að þetta væri fjárhagsáætlun sem væri byggð á varfærni og í því efnahagsástandi sem þá var sannarlega ástæða til þess að fara fram með varfærni með bæjarfélag sem var að standa í mjög miklu framkvæmdum sem hafa staðið fram á þetta ár og við erum að komast kannski á þessum dögum út úr þeim stórum fjárfestingum og við komum nánar að því hér á eftir. Þá myndi ég kannski í upphafi vilja segja að nú skiptir verulega miklu máli að við séum raunsæ næstu ár og næstu ár til þess að halda á ábyrgð utan fjármál bæjarins. Ég fer ekki löngu máli yfir efnahagsástandið almennt í okkar samfélagi. Við búum við háa verðbólgu, vextir eru háir og fram eftir ári, þegar við vorum að fylgja eftir fjárhagsáætlun ársins 2025, voru sannarlega margar og stórar áskoranir sem að bæjarstjórn og stjórnendur bæjarins þurftu að halda virkilega vel utanum og fyrir það allt saman vil ég þakka og ég segi að við munum sjá árangur þess í þessari kynningu hér í dag og að öllu samanlögðu finnst mér, ég tala bara frá mínu brjósti, vera nokkuð gleðiefni hvað við erum að kynna hér í dag, hvernig við höfum náð að halda á árinu 2025 og hvernig við erum að leggja af stað fyrir árið 2026. Ég held að sé engin ástæða til annars en að vera nokkuð ánægð með það. En sjálfsögðu geta verið skiptar skoðanir á því, en í öllum aðalatriðum þetta ganga vel eftir. Svo vinna sem við lögðum í á árinu, við fórum í heilmiklar aðhaldsaðgerðir og tilfærslur með aðhaldi og kostnaðarlið sem að við getum verðmetið fyrir 200-300 milljónir króna án þess að vera með setja fingurinn á beina eða eina tölu í þeim efnum. Þá var vinnan á þessu ári fyrst og fremst kostnaðaraðhald í efnahagsástandi sem nú þar sem að fasteignamarkaður dróst verulega saman svo eitt tákn sé tekið og við vorum á þessu ári að glíma við að mikið samdrátt í sölu byggingaréttar svo ég nefni dæmi á sama tíma og við vorum með öðrum sveitarfélögum landinu að gera nýja kjarasamninga og þar kemur þá inn í líka yfirlýsing ríkisstjórnar þá kjarasamninga sem og sveitarfélög tóku þá líka á sig byrðar og eða lögð inn í þá laust sem að þar var og nokkuð eimir af því þessari fjárhagsáætlun og við erum ekki öll kurl komin þar til grafar heldur núna, þannig við getum sagt að á milli umræðina býð okkar heilmikil vinna að glögga okkur á ýmsum stærðum því tengdu og þá ég fyrst og fremst að vísa til yfirtöku ríkisins á mála þriðjastigs verkefnum í mála- og velferðarsviði. Án þessi farið dýpar út í það en þetta allt saman breytingar sem að hafa áhrif á okkar rekstur. En við bara förum á fyrstu mynd og með leyfi forseta að biðja ritara að fletta hérna glærunum þá
komum við á svona hefðbundna upphafssíðu þróun íbúafjölda á Akranesi og auðvitað megum aldrei gleyma því að rekstur sveitarfélagsins snýst að halda góðri umgjörð utan þessa íbúa og áfram heldur þessi jafni og góði vöxtur íbúatölunni á Akranesi. Ég leyfi mér að segja að það sé fyrir sveitarfélag vel viðráðanlegt að ráða við vöxt sem svona 2% á ári. Það samt heilmikið verkefni að gera það en þetta vel viðráðanlegt og það hefur kannski verið gæf okkar á Akranesi að vöxtur var með þessum hætti, sem sagt við lentum aldrei eða höfum hingað til ekki lent í verulega aftur úr með því að geta skaffað hér nauðsynlega þjónustu á vegum sveitarfélagsins. Áfram heldur þessi vöxtur þó aðeins að við dreifum fólksfjöldun á árinu sem nú senn á enda, komin niður í 1,5% en súlan sýnir bara þróttmikið samfélag sem í stöðugu vexti og okkar hlutverk að halda sterkt utan það og sterkt utan þennan vöxt, þjónustu íbúa og skapa þeim góða umgjörð í okkar góða sveitarfélagi. Við flettum áfram og förum í samstæðureikningin og við byrjum á því að skoða hér þróun rekstrartekna og það þá bæði fjárhagsáætlun 2026 gerir ráð fyrir rekstrartekjur verði rúmar 15 milljarðar króna og hækkar 4% frá útkomuspá 2025. Og á glæðrinu sjáum við erum að vinna með kannski áætlunina 2024, síðan útkomuspána fyrir 2025 og síðan áætlunina 2026 og síðan árin þar og eftir sem samkvæmt reglum framsetning og fjárhagsáætlun sveitarfélaga árin 27-29. En fjárhagsáætlun næstu ára á eftir gerir ráð fyrir rekstrartekjur hækki að meðaltali 3,3% á tímabilinu 27-29 og endi í 16,6 milljónir króna árið 2029. Samsetningin þarna táknuð með litum á milli fasteignaskatta og lóðarleigu sem gráa súlan, framlög jöfnunarsjóðs sem ljósblá, dökkblá aðra tekjur og síðan hæsta súlan útsvar. Og að lokum ætla ég aðeins að nefna að það eina áskorunum okkar að glíma við að framlög jöfnunarsjóðs samkvæmt breyttu lagaverki jöfnunarsjóð þýðir fyrir sveitarfélag Akraneskustad að framlög jöfnunarsjóðs að draga saman og það út af fyrir sig eina af þeim áskorunum sem við erum að glíma við og við höldum á næstu mynd skoðum þróun rekstrarkostnaðar. Fjárhagsáætlun 2006 gerir ráð fyrir rekstrargjöld séu 5,2 milljarðar króna og hækkun 2,9% frá útkomuspá ársins 2025. Í fjárhagsáætlun 2026 áætlað að launagjöld hækki 344 milljónir króna, annar rekstrarkostnaðar hækki 270 milljónir króna og lífeyrisskuldbinding lækki aftur á móti 228 milljónir króna frá útkomuspánni 2025. Fjárhagsáætlun næsta ára á eftir að gera ráð fyrir að rekstrargjöld með afskriftum hækki að meðaltali 3,4% á tímabilinu 27-29 og endi í 16,7 milljónum árinu 2029. Að sama skapi þetta samsett mynd nokkrum kostnaðarþáttum, afskriftum sem þá að aukast vegna þess að við höfum fjárfest í nýjum fasteignum, mannvirkjum sem við munum þurfa að taka afskriftir af. Lífeyrisskuldbindingin síðan gráa súlan, ljósgráa súlan annar rekstrarkostnaður. Dekkri dökkbláa súlan launagjöld og svo kemur línan þarna sem þá þróunin á milli ára. Ég svo sem ætla ekki að dvelja mikið meira við þessa mynd en alltaf helsta áskorunin og hefur verið allt þetta ár og alltaf í rekstri að passa að útgjöldin vaxi ekki og það hefur náðst ágætur árangur í því á árinu 2025. Og það kemur þá í ljós seinni í kynningunni, ég ætla að gera það að umtalsefni, en við flettum bara yfir á þróun rekstrarafkomu fyrir afskriftir og fjármagnsliði. Rekstrarafkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði áætluð jákvæð árinu 2026 385 milljónir króna. Gert ráð fyrir að heildar rekstrargjöld aukist 1418 milljónir króna, spátímabilinu 27-29 og heildar rekstrartekjur munu aukast 1500 en heildar rekstrartekjur munu aukast 1550 milljónir króna.
Áætlaðar rekstrartekjur samtals muni því aukast tæpar 132 milljónir króna umfram rekstrargjöld á spátímabilinu. Það verkefnið að halda aftur af kostnaðarhækkunum. EBITDA framleið áætlun 2,56% árið 2026. Þið sjáu útkomuspáni að hún fer býsna langt niður á árinu í ár. Ég ætla aðeins að koma því hér síðar. En gert ráð fyrir EBITDA framleiðan fari hækkandi árinu 2027 en lækki síðan aftur og vendi 3,11% á árinu 2029. Bláa línan sýnir lágmarksviðmið eftirlitsnefndar út frá skuldaviðmið á hverju ári. Nú ætla ég ekki að halda því fram að við séum á einhvern hátt að reyna að fegra reksturinn okkar þegar við setjum þessa grænu línu þarna inn. Græna línan á myndinni táknar EBITDA okkar án lífeyrisskuldbindingana. Ég held að í allri umræðu þennan þunga bagga sem hvílir á sveitarfélaginu sem eru eftirlaunaskuldbindingar eða lífeyrisskuldbindingar sem að við höfum nú enn og aftur verið að vinna í árinu og ætlum að hefja enn markvissari vinnu nú bara í þessari viku þar sem við ætlum að koma því í ennþá fastari farveg að reyna að vinna bara vinna í málinu þess að það tilheyrir þá okkur sem okkur á að tilheyra og þessi fari lengra út í það en það áhugavert að stilla þessu með þessum hætti að EBITDA sveitarfélagsins væri 7% án eftirlaunaskuldbindinga. Við þekkjum það í umræðum og bæjarstjórn að þegar við fáum bréf eins og við fengið núna undanfarin 2 ár í það minnsta frá eftirlitsnefndum fjármálasveitarfélaga sem gerðir athugasemd við EBITDA framleið agnaðarskostnaðar að þá höfum við okkur til málsvarnar, segi ég, þessa þungu eftirlaunaskuldbindingu en ég sagði líka áðan við erum ekki að reyna að fegra okkar stöðu með því að sýna þetta svona sundurskipt. Einfaldlega erum við að reyna að taka betur utan þessa umræðu eftirlaunaskuldbindingar og þyngd þeirra fyrir rekstur agnaðarskostnaðar. Ef við höldum síðan áfram, fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga, samkvæmt viðmiðum eftirlitsnefndar sveitarfélaga og rekstrarjöfnuður að vera jákvæður á hverju 3 ára tímabili. Þróun rekstrarjöfnuðar frá 2019 hefur tekið miklum breytingum, allt frá því að vera jákvæður 2 milljarðar króna árið 2019 yfir það að vera jákvæður 222 milljónir króna árið 2025. Sem ég segja sé nú mjög viðunandi árangur í okkar í því árferði sem við erum að ná þó þeirri niðurstöðu á árinu 2025 eins og útkomuspáin okkar bendir nú til. Og gert ráð fyrir að rekstrarjöfnuður aukist aðeins næstu árin, skuldaviðmið þar að segja heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta. Sem hlutfall reglulegum tekjum hefur einnig tekið umtalsverðri breytingu frá árinu 2019. Þá var skuldaviðmiðið 26% en fyrir upp í 64% 2024 og endar í 56% í 2029. En skuldaviðmið eftirlitsnefndarinnar á ekki að fara yfir 150%. Á öllu samanlögðu með þær gríðarlegu viðhalds- og fjárfestingaverkefni sem við verið í á undanförnum árum, vil ég segja að þetta sé góður árangur og góð niðurstaða að við höfum ekki farið hærra með skuldahlutfallið og við viljum halda þannig á málum að við þurfum fljótlega að láta það gefa eftir eða segja lækka skuldahlutfallið okkar án þess að við höfum farið kannski hærra en 67% sem nú vil ég segja betri árangur en við vorum kannski að gera ráð fyrir hér í upphafi árs en það mjög mikilvægt að við séum upptekin af því að skuldirnar okkar séu ekki að rísa mikið meira og það svona ræður getu okkar til framkvæmda og að halda utan sveitarfélagið á næsta árum. Við förum í fjárhagsleg viðmið sveitarfélagið á næstu mynd. Eiginfjárhlutfallið svipað á árunum 19 til 22 en fer síðan lækkandi eftir árið 2022 og gert ráð fyrir að standa í 41% í lok árs 2029. Skuldahlutfall fer hækkandi og fer yfir 100% 24 til 26. Á spátímabili gert ráð fyrir hlutfallið fari lækkandi og endi 91,8% árið 2029 og þið sjáið að myndin tvískipt, það að segja bláu súlan eiginfjárhlutfallið og guli kassarnir eru þá skuldahlutfallið. Á samaskapi eins og myndin hérna áðan sjáum við skuldahlutfallið fara lækkandi en eiginfjárhlutfallið okkar styrkjast á sama tíma.
Og við förum í málaflokkana og þá birtum við þetta kökurit sem sýnir skiptingu þeirra fjármuna sem að skiptast á niður á sviðin okkar. Skóla- og frístundasvið þá blái hluti myndarinnar sem að með útgjöld upp á 6,4 milljarða tæpa og langstæðsti útgjaldapósturinn okkar sem eru þá leikskólar, tónlistarskóli, grunnskólar, frístund, íþróttamannvirki og fleira. Þar á eftir kemur appelsínuguli hlutinn sem þá velferðar- og mannréttindamál, þjónusta við fatlað fólk, flóttafólk og aldraða, farsæld barna, barnavernd, félagsþjónustu og fleira. Þá kemur grái hlutinn sem eru 702 milljónir króna sem þá á skipulags- og umhverfissviði sem eru bruna- og almannavarnir, umhverfismál, sorpmál, skipulagsmál, byggingamál og fleira. Stjórnsýslan og fjármálasvið okkar, sem rekstur bæjarskrifstofu og bæjarstjórnar og stjórnsýslu þáttur okkar sem tekur 795 milljónir króna og ljósblái hlutin þarna menningar- og safnamál, bókasafn, héraðsskjalasafn, byggðasafn, átöðurhaldi viðburður og fleira upp á 271 milljón króna og síðan flokkum við þarna atvinnumál upp á 51,4 milljónir króna og inn í atvinnumálum okkar eru framlög okkar til þróunarfélagana. Við höfum aðeins 2 þróunarfélögum. Við erum að gera ráð fyrir þáttöku í þeim með sama hætti í þessari fyrir umræðu fjárhagsáætlunar eins og verið hefur á liðnu ári og þannig inn verkefni eins og Fab Lab og fleira. Skipting á milli málaflokka, upprót á sömu mynd og sjáum þróun á milli ára, lítilsháttar samdráttur og menningar- og safnamálum, rétt 0,1%, örlítil breyting einnig í skipulags- og umhverfissviði, sömuleiðis 0,1%, stjórnsýslu- og fjármálasviðið, örlítil tilfærsla, velferð- og mannréttindasvið, samanskapi og skóla- og frístundasviðið sem hefur þá aðeins rýmri fjárheimild svo óverulegt sé en náttúrulega langstæðsti málaflokkurinn okkar og hvert 0,1% telur þar margar milljónir króna. Fjárfestingamyndin okkar sem þá birt hér, fjárfestingi varlegum og rekstrarfjármunum að teknu tilliti til gatnagerðargjalda. Árunum 1924 var samanlögð fjárfestingi varlegum og rekstrarfjármunum samtals 10,3 milljarðar króna og við birtum myndina að fráteknum tekjum. Línuritið sýnir þá viðstöðuna frá dregnum tekjum en fjárfesting á árinu 2025 var 2,270 milljónir króna og fráteknum gatnagerðargjöldum gatnagerðartekjum upp á 2 milljarðar króna. En á tímabilinu gert ráð fyrir að heildarfjárfestingar teknu tilliti til gatnagerðartekna verði 3,1 milljarðar króna. Ég bið ykkur líka að muna eftir því að þegar við tölum 10,3 milljarðar króna þá höfum við gjaldfært mjög mikið af viðhaldsverkefnum okkar á undanförnum árum og við höfum leyft okkur að áætla þessa tölu 13 til 14 milljarðar króna á þessu tímabili. Viðhaldsverkefnum sem eru gjaldfærð að stórum hluta eins og endurnýjun á Vesturgötu, talsvert af endurnýjun Grundaskóla og Brekkubæjarskóla og fleiri slík verkefni. Það má aldrei gleyma því, þannig að heildar fjárfesting okkar í fasteignum eða fjárfestingaverkefnum og viðhaldsverkefnum eru lítið meiri heldur en við erum að birta þarna þessari mynd og við endum kannski á að sýna þessa fjárfestingar áætlun sem þriðji dagskrárliðurinn okkar í dag. Og árinu 2026 gert ráð fyrir nettó fjárfesting verið 653 milljónir króna, 185.000 og helstu liðir hennar eru þarna sundurliðir í göng og gangstéttar samtals 336.500 og síðan kemur þarna sundurliðin gatnagerð nýframkvæmd 216 milljónir, endurgerð gatna, eldri gatna 52,5 milljónir, ljósastaura verkefnið okkar 40 milljónir sem lýkur þá árinu 2026, gangstíga, stoppstíga og reiði 28 milljónir króna. Velferðarmál á fyrsta ári, eða svolítið á næsta ári 20 milljónir króna, það þá
svona undirbúningur að fjárfestingu eða byggingu samfélagsmiðstöðvar og síðan kemur hún þá þarna inn árin á eftir í fjárfestingu. Í skóla- og frístundamálum sem búið að vera að fjárfesta gríðarlega mikið í á undanförnum misserum. Erum við aðeins að draga andan og halda á okkur en árinu 28 fer að glitta frekar í fjárfestingar aftur á því sviði þessum undirbúninga að stækkun leikskóla eða byggingu leikskóla. Bruna og almannavarnir eru þarna með á árinu 26 65 milljón króna lækkar síðan fljótlega aftur. Þetta fyrst og fremst nýr bíll fyrir slökkviliðið sem er 60 milljónir króna sem áætlun að ráðast í. En samtals nettófjárfestingu på 653,1 milljón með við tæpa 2,3 milljarða árinu sem nú að líða, náttúrulega heilmikill munur, enda þurfum við að draga andan aðeins og ná okkar fyrir styrk eftir þessa miklu fjárfestingar og það voru virkilega ánægjuleg tímamót þegar við héldum hér opið hús í nýju íþróttahúsi og sýndum endurnýjaðan grundaskóla fyrir rúmri viku síðan og gátum opnað dyrnar fyrir bæjarbúum að sjá þessi miklu og glæsilegu mannvirki og ég leyfi mér að segja forseti að hitta bæjarbúa við þá athöfn, við þennan opna dag var afskaplega ánægjulegt og ég þakka öllum þeim sem lögðu leið sína til þess að koma og heimsækja þessar glæsilegu byggingar að leyfa mér að endur óma stolt Akurnesinga af því að eiga þessi glæsilegu mannvirki. Forseti í dagskráni eru síðan rétt eins og kom fram í upptalningu forseta fjárhagsáætlun fyrir Höfða sem líka hér til umræðu en ég fylgi kannski ekki nánar eftir hér en að endingu aðeins segja að það býður bæjarstjórnar heilmikið verkefni á milli umræðna að rýna þessa áætlun, taka umræður áherslu hennar. Við sjáum á þessu skjali að við erum ekki að gera ráð fyrir tekjum af gatnagerðargjöldum á næstu 2 árum. Það kannski raunsæi sem ég nefndi í upphafi sem við erum ekki að færa það inn á þessu stigi umræðuna. Þá má líka ræða á milli umræðna hvaða áherslur við leggjum í þeim þætti en það eru líka að ógleymdu ýmsu í okkar umhverfi, okkar nánasta umhverfi, stórir óvissu þættir. Ég nefni eins og áfall sem verður í resti Norðuráls nokkru vikum síðan og fleiri þættir í okkar nánasta umhverfi sem við mögum ekki gleyma að við getum þurft að taka mið af þegar við klárum þessa áætlunarvinnu fyrir næsta ár. En á öllu samanlögðu vil ég bara segja, mér finnst útkomuspáin fyrir árið 25 vera framar væntingum sem við vorum með hér á miðju ári og áætlun fyrir 26 bera vitni það að hér haldið vel á og tekið fast á hlutum. Það má að sönnu gera betur. Við vitum af stórum verkefnum sem ég ræddi hér framleið bæjarins og það fer ekki frá okkur. En á öllu samanlögðu held ég sem að leggja árið upp í árið 2026 af raunsæi. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri Haraldur Benediktsson. Þá ætla ég að gefa orðið laust fundarliði 1, 2 og 3. Og spurning verður gríð á það. Þetta fulltrúi Líf Lárusdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem á okkur hlýða. Við erum stödd hér í fyrri umræðu fjárhagsáætlunar Akranesskólastar. Ég vil byrja á að þakka Haraldi bæjarstjóra fyrir greinargóða og ítarlega kynningu á þeirri vinnu sem hefur farið fram á síðustu vikum. En í þeirri vinnu hafa margir aðilar, starfsmenn og bæjarfulltrúar komið að og mega þau hafa þakkir fyrir.
Við höfum á undanförnum árum fylgst grannt með þróun reksturs Akraneskaupstaðar, bæði í gegnum fjárhagsáætlanir og með eftirfylgni lykiltalna í ársreikningum. Nú höfum við fyrir framan okkur niðurstöðu fyrir árið 2024 sem markar ákveðin tímamót eftir umtalsverða fjárfestingatörn, aukna þjónustuþörf og breytt rekstrarumhverfi sveitarfélaga. Auk þess sjáum við orðið nokkuð vel á spilin fyrir árið 2025. En ég get nú ekki sleppt að minnast á efnahagsumhverfið á Íslandi sem á undanförnum árum hefur einkennst af háu vaxtastigi, þrálátri verðbólgu og miklum launaþrýstingi. En þessir þættir hafa að sjálfsögðu bein áhrif á rekstur sveitarfélaga land allt, þar sem laun og þjónustukostnaður vega mest í heildarútgjöldum. Og hér hjá okkur, hjá Akraneskaupstað, hefur þessi þróun haft svipuð áhrif og annars staðar. Vaxtakostnaður hefur aukist og launahlutfall hækkað og raunkostnaður þjónustu margfaldast. Á móti kemur að tekjur hafa einnig vaxið með hækkandi fasteignamati, útvarpstekjum og fjölgun íbúa sem að hefur, má segja, mildað áhrifin að hluta. Í þessu efnahagsumhverfi skiptir mestu máli að sveitarfélagið haldi áfram að sýna aga í fjármálastjórn og stýri skuldsetningu með markvissum hætti og nýti tækifæri til hagræðingar og nýsköpunar. Akraneskaupstaður stendur þó að mörgu leyti vel að vígi í samanburði við önnur sveitarfélög með góða framtíðarsýn í uppbyggingu samfélagsins. Það veitir svigrúm og hvetur okkur til að mæta ytri efnahagsþrýstingi með festu og ábyrgð. Við erum búin að ræða EBITDA eða rekstrarafkomu fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir sem í raun eitt skýrasta mælitækið á styrk rekstrar sveitarfélagsins. Og ef við horfum á stöðuna lengra aftur í tíman, eða til ársins 2018, þá sjáum við hvernig þróunin hjá Akraneskaupstað sýnir bæði jákvæðan vöxt í tekjum og aukna þjónustu, en einnig að rekstrarkostnaður hefur vaxið hraðar en tekjur. Frá og með 2021, eða svona upp úr 2020-2021, fór hins vegar að bera á auknum þrýstingi í rekstrinum, bæði vegna launahækkana, verðbólgu og aukinnar þjónustuþarfar. Árið 2022 lækkaði EBITDA verulega, en 2023 og 2024 má sjá merki viðsnúning. Það sem aðgerðir til hagræðingar og markviss kostnaðarstýring hafa skilað jákvæðum árangri. Við sjáum á ársreikningi 2024 að framleiðin eykst, þó enn sé svigrúm til að efla afkomu til að mæta framtíðarverkefnum. Ef við skoðum þróun helstu lykiltalna má sjá að skuldahlutfall hefur hækkað og var 113% árið 2024. Við gerum það ráð fyrir í áætlunum 2025 að vera nær 100%, en hér vil ég samt benda á að við höfum á undanförnum árum framkvæmt fyrir 12 milljarða en tekið 4 þeirra að láni. Veltufé frá rekstri hefur styrkst á ný á árinu 2024 eftir veikara tímabil árin á undan. Og þessa tölu sýna okkur að reksturinn á batavegi en jafnframt að þau vera stöðugri aðhaldsstefnu og fjárhagslegri forgangsröðun. Aukning í kostnaði á undanförnum árum má rekja til 3 þátta. Hækkunar launa og aðfanga, aukinna þjónustuþarfar og umfangsmikilla fjárfestinga í innviðum. Þessar fjárfestingar hafa verið nauðsynlegar til að mæta fjölgun íbúa, breyttum kröfum þjónustu og nýjum verkefnum sem sveitarfélög hafa tekið að sér. Á sama tíma hafa ytri forsendur eins og verðbólga, vaxtastig og samningsbundnar launahækkanir þrýst á rekstrargrunn sveitarfélagsins. Og viðbrögðum við þessum aðstæðum hefur verið aðhaldskrafa sem þegar hefur haft jákvæð áhrif á framlegð og mun koma til með að styrkja reksturinn áfram. Helstu áskoranir sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir á næstu misserum eru eftirfarandi. Hærri skuldir og vaxtabyrði sem takmarka fjárfestingasvigrúm, hækkandi launakostnaði sem vegur þungt í rekstrarreikningi. En hér vil ég samt nefna að ef við horfum á launahlutfall A-hluta án lífeyrisskuldbindinga, þá launahlutfallið sem áætlað í ár 59,3% og leita þarf aftur til ársins 2019 til að finna hlutfall undir 60%. Þannig að hér vil ég segja að við séum á réttri leið. Þörf á áframhaldandi endurnýjun og viðhaldi innviða og óvissa vegna breytinga í ríkisfjármálum og jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem að Haraldur kom aðeins inn á áðan þegar hann nefndi framlög frá jöfnunarsjóði. Þessar áskoranir kalla á aga fjármálastjórnun og langtímasýn þar sem jafnvægi er haldið milli rekstrarþjónustu og fjárfestinga. Það er búið að nefna þetta aðeins en ég vil samt ekki sleppa því að nefna lífeyrisskuldbindingar sveitarfélagsins sem vega þungt hjá okkur og hafa verulega áhrif á greiðslugetu og svigrúm til framtíðar fjárfestinga. Það er endurspegla skuldbindingar vegna réttinda starfsmanna í A- og B-deildum lífeyrissjóðs, starfsmanna ríkisins og eru óhjákvæmilegur hluti á langtíma skuldbindingu sveitarfélagsins.
Á síðustu árum hefur þessi liður hækkað, bæði vegna hækkunar lífeyrisréttinda og breyttra forsendna ávöxtun á lífslíkur. Það þýðir að þó rekstur hlutafélagsins standi styrkum stoðum, þá hluti skulda ekki beinlínis tengdur daglegum rekstri heldur framtíðargreiðslum sem ekki hafa þó bein áhrif á sjóðstreymi til skemmri tíma. Þrátt fyrir áskoranir eru fjölmörg tækifæri til að bæta rekstrarafkomu og styrkja EBITDA framlegð til framtíðar. Við þurfum alltaf að horfa í yfirferð og mögulega endurskoðun á gjaldskrám og þjónustutekjum. Við þurfum að horfa enn frekar og meira til sameiginlegra innkaupa og útboða með bara hvernig getum við rauninni séð þann þátt lækka hjá okkur. Horfa á möguleikanum að nýta betur fasteignir og innviði og fjárfestingar í orkusparandi lausnum og sjálfbærum rekstri til að lækka kostnað til lengri tíma, en þessu höfum við einmitt verið að vinna í. Áframhaldandi stafræn umbreyting sem einfaldar ferla og eykur skilvirkni og efling tekjuöryggis með langtímasamningum og samstarfi ríki og mögulega einnig við önnur sveitarfélög. Markviss vinnubrögð á þessum sviðum geta skila verulegum jákvæðum áhrifum á EBITDA og tryggt traustan rekstur til framtíðar. Lærdómurinn af undanförnum árum þó skýr. Þegar aðstæður breytast hratt verður að bregðast við. Við höfum til að mynda verið að bregðast við flóknum og krefjandi viðhaldsverkefnum með því að ráðast í þau beint, gefa engan slaka í gatnagerð og öðrum framkvæmdum sem gera okkur í stakk búin að takast vel á við framtíðina. Það hægt með markvissum aðgerðum að snúa rekstri til betri vegar, jafnvel í krefjandi aðstæðum. Við þurfum að halda áfram á þeirri braut með ábyrgð gagnvart íbúum, starfsmönnum og fjárhags sveitarfélagsins. Við sem hér inni sitjum höfum sett okkur fjárhagsleg markmið og ljóst að við þurfum að halda vel á spöðunum til að þau raungerist. Það þýðir ekki nema við sem hér inni erum höldum fókus á skilvirkni og langtíma hugsunum. EBITDA framleiðin ekki aðeins mælikvarði á fjárhagslegt afl, hún endurspeglar einnig heilsu, okkar fjárhagslega heilsu, agaða stjórnsýslu og framtíðarsýn sveitarfélagsins. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir og orðið laust, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Við ræðum hér 3 liði, fjárhagsáætlun Höfða, fyrri umræðu fjárhagsáætlun og framkvæmda og fjárfestingaráætlun. Ég vil líkt og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir þakka þeim starfsmönnum sem að áætlunargerðinni hafa komið kærlega fyrir sína vinnu. Það búið að vera mikil vinna og mikil vinna framöndan. Ég vil jafnframt þakka Haraldi Benediktssyni bæjarstjóra kærlega fyrir góða yfirferð og ætla svo sem ekki neitt að gera athugasemd við hana. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom hér inn á að teknir hefði verið 4 milljarðar á láni og það reyndar ekki alveg rétt, þeir voru 4,5. En það kannski ekki stóra. Mér langar að ræða nokkur atriði. Mér langar að nefna til dæmis í þessari áætlun eins og oft þegar hart í ári að þá fara menn að tína til og stundum beinlínis að blekkja sjálfan sig, svo má segja. Gott dæmi það að færa niður varúðarfærslu vegna útsvars. Varúðarfærsla vegna útsvars lækkuð úr 3,5% í 3%. Hvað varúðarfærsla vegna útsvars, spyr kannski einhver. Þar erum við að bregðast við hugsanlegum áföllum sem geta orðið, sem skekkja þá þær áætlanir sem við höfum gert útsvar.
Bæjarstjóri, Haraldur Beinsson bæjarstjóri, kom vel inn á það hérna í lok sinni yfirferðar. Það áskorana sem við okkur blasa. Áföllin upp í Norðurál, þrengri staða hjá Elkem, kólnandi fasteignamarkaður og líkt á hann kom inn á að þá ekki gert ráð fyrir lóðasölu 2026 í okkar áætlun. Og það segir svolítið mikið finnst mér bara hvernig við horfum á ástandinu. Vonandi verður lóðasala og við gerum okkur alveg væntingar það, en það mikil varúð í þessari áætlun. Og þá megum við ekki, finnst mér, hlaupast undan með svona, vill ég segja bara, við erum bara að blekkja sjálf okkur, við erum að blekkja alla aðra. Annað svona dæmi veikindapotturinn. Veikindapotturinn færður niður í 60 milljónir. Og við skoðum í sögulegt samhengi að þá 24 var hann 77,7 milljónir, 23 var hann 88,5 og 22 var hann 78,3. Áætlunin okkar, eins og ég áður komið inn á, inniheldur mikla varúð. Þá skulum við ekki reyna að blekkja sjálf okkur eða bæjarbúa með svona. Reynum frekar að nálgast bara raunveruleikann eins og hann og vinnum úr honum. Mér langar líka að koma inn á annað eins og bara undanfarin ár. Það fasteignagjöldin. Ég og við bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsara erum líkt og síðustu ár mótfallin því að hækkun fasteignamats sem birtist þá í hækkandi fasteignagjöldum sé að fullu leyti skellt yfir á heimilin og fyrirtækin. Núna í ár horfum við svo við að meðaltals hækkun á íbúðarhúsnæði 10%. Sem þýðir það að fasteignagjöld á heimilin fara að hækka 10%. Það gríðarlega mikið í því ástandi sem við erum nú í og þjóðfélagið í. Og ég, líkt og síðustu ár, legg áherslu á að við rýnum þetta vel á milli umræðna og við reynum að mæta þessu að einhverju leyti með öðrum tekjum. Auðvitað það þannig að þetta einn af okkar stóru tekjustofnum. Og ég þykist vita það að það komi fram rök eins og við erum að afsala okkur tekjum. Með sömu rökum getum við þó horft á allar gjaldskrár hjá okkur. Og fasteignaskatturinn sé skattur, þá hann bara gjöld á heimilin. Við getum líka hækka allar gjaldskrár hjá okkur, en við höldum í okkur og erum ekki að dempa það fulli yfir á heimilin. Við erum að dreifa kostnaðinn. Við erum að taka á bæjarfélagið ákveðin kostnað og við þurfum eins að horfa það. Og það svolítið skemmtilegt, en mér svolítið skemmtilegt í aðdraganda þessar fundar og þá náttúrulega maður að grúska í gögnum og skoðar til dæmis bókun meirihlutans frá því síðasta ári. Og með leyfi forseta, síðasta ár var álagsprósenta fasteignagjalda hækkuð og hún verður einnig hækkuð nú í áætlun næsta árs. Ok, meirihlutin hækkaði gjöldin á síðasta ári og 24, en hver voru rökin í þessari bókun fyrir þessari hækkun? Og aftur með leyfi forseta, held áfram að lesa úr bókunni. Í þessu samhengi mikilvægt að hafa í huga að fasteignamat húsnæðis á Akranesi hækkaði mun minna nú á milli ára en raunin hefur verið síðustu ár. Lítil hækkun á fasteignamati á milli ára var ástæðan fyrir því að það var ekki hreyft við álagsprósentunni. Núna, líkt og ég kom inn á áðan, fasteignamatið að hækka að meðaltali 10% á heimilinu. Þannig að það verður fróðlegt allavega að heyra rökin á bakvið þessa hækkun. Mér langar líka að koma aðeins inn á annan þátt í þessari áætlun. Mér langar að koma inn á félagslegt húsnæði. Akranskaupstaður á 20 leiguíbúðir. Íbúðir sem leigðar út félagslega kerfinu. Kerfi sem byggt hefur upp í áratugum. Á síðustu árum og sér í lagi síðustu 8 árum hefur orðið bylting í framboði á húsnæði fyrir tekju- og eignaminni einstaklinga á leigumarkaði. Og þá langar mér að spyrja,
kannski komið tími til að endurskoða eignasafn bæjarins. Bjarg íbúðafélag tók í notkun 57 2-4 herbergja íbúðir á árunum 2019-2023. Brák íbúðafélag svo með 31 íbúð og Brynja leigufélag á 24 íbúðir. En af hverju að telja upp þessar 112 íbúðir? Ég nefndi áðan að kaupstaðurinn ætti 20 íbúðir sem leigðar út. Í bókhaldi bæjarins þessar eignir bókfærðar á 160.270.534. Ástæðan fyrir því hversu lágt bókfært virði eignan að margar hverjar nánast afskrifaðar, eins og við vitum. Við höfum átt þar lengi. 2 af þessum 20 íbúðum voru keyptar þessu kjörtímabili. Og ef við tökum þessar 2 frá, má sjá að bókfært virði 18 íbúða sem eftir standa 49.117.000. En fasteignamat á sama tíma, þessar 18 íbúða, 625 milljónir. Hér klárlega tækifæri til þess að selja eignir, sækja auknar tekjur og draga á sama tíma úr kostnaði. Jafnframt skapar þetta tækifæri til að fjölga eignum í þeim úrræðum sem ég taldi upp hér áðan. Þess má geta að síðasta stofnframlag sem veitt var til Brynju hússjóðs var 7 milljónir vegna 3 herbergja íbúðar. Ein 3 herbergja íbúð úr okkar eignasafni geti þó orðið að 6 íbúðum í öðru kerfi. Utanumhald og rekstur eignanna færist úr bókum bæjarins en á sama tíma fjölgar þeim möguleikum sem okkar skjólstæðingum stendur til boða. En hvað ef við seljum til dæmis 10 íbúðir og fjölgum 10 öðrum kerfum? Og á sama tíma gætu komið 300-400 milljónir í bæjarsjóð, auk þess var að ræða töluverða árlegan sparnað í rekstri og viðhaldi. Þetta viðkvæmt mál. Ég geri mig fyllilega grein fyrir því. Staða bæjarsjóðs bara þannig að við bæjarfulltrúar getum ekki leyft okkur eitthvað viðkvæmni. Við þurfum einfaldlega að velta við öllum steinum. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Og orðið laust að nýju. Fundaliði 1, 2 og 3. Það spurning hver vill. Já, það bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjör svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það svona að byrja á því að maður gleymi ekki að þakka öllum sem hafa að þessu komið, þessari fjárhagsáætlun. Við sem höfum svona verið lengi í þessu og tekið þátt í þessu, vitum hvað þetta í rauninni mikil vinna og yfirlega hjá þeim sem eru í frontinum og þá sérstaklega bæjarráðið og ber að þakka þeim sérstaklega líka fyrir þetta. Ég ætla svona aðalega og hafði hugsað mér að fara létt yfir fyrsta liðinn. Það það sem varðar stöðu á Höfða. Eins og sjá má í fjárhagsáætlun og ef við skoðum líka söguna þá reksturinn þungur og það ekki fyrirsjáanlegt að það verði miklar breytingar þar á meðan við þá stöðu sem við erum í dag og það mun þá þýða eins og kemur fram í áætluninni að það fyrirsjáanlegur taprekstur á rekstrinum næstu ár. Nú stjórn og framkvæmdastjóri hafa gripið til ákveðnar ráðstafana
til að draga úr útgjöldum og eins og sést í fjárhagsáætlun og reikningum Höfða þá eru útgjöld vegna launa langstærsti liðurinn og því höfum við svona einbeitt okkur aðeins að því að hvort að það sé hægt að gera einhverja breytingar sem að hugsanlega þá draga úr launakostnaði án þess að við séum í rauninni þá að skerða þjónustu eða ganga á réttindi starfsfólksins. Og við erum líka eins og kaupstaðurinn að glíma við langtímaveikindi og það eitt af því sem við ætlum líka að skoða. Hvað varðar útgjaldahliðina voðalega erfitt að gera einhverja stóra hluti þar. Það náttúrulega, við erum alltaf vakandi. Hvað hægt að gera betur en þarna eru ákveðna vöru sem að við verðum að eiga og notast og þær eru ekki ókeypis, þannig að þetta ég held að sé alveg ljóst að ef að við horfum á þetta og skoðum söguna hvað varðar tekjur, aukning á tekjum milli ára og aukning á útgjöldum milli ára, þá hallar alltaf á tekjuhliðina, þannig að ástandið allavega ekki að batna hvað varðar tekjur. Nú við vorum komin á mjög gott samband við ráðherra málaflokksins á síðasta kjörtímabili fyrir sirka ári síðan og þar skrifum við undir yfirlýsingu stækkun og þar voru góð orð það að nýtt rekstrar fyrirkomulag hvað varðar allavega húseignir myndu vera framundan og það var starfshópur sem kom með ákveðnar tillögur í því, þannig að við höfðum ákveðnar væntingar að það gæti á þeim tímapunkti lagastöðuna eitthvað, en það alveg óhætt að segja að með ríkisstjórnarskiptunum að þá breyttist þetta allt og við höfum í rauninni lítið geta hreyft þessu máli áfram. Það þó hugsanlega einhverja vendingar framundan í því en ríkisstjórnin hafði fögur fyrirheit og við vorum vongóðum að það myndi gerast eitthvað fljótt hjá okkur, en það ekki í rauninni eitt fara að gerast að viti. Að þessu sögðu held ég að við sem eigum og rekum Höfða, Akraneskaupstaður og Hvalfjarðarsveit, þurfum alvarlega að taka þá umræðu okkar á milli í rauninni hvort að það sé verjandi að við borgum með þessum rekstri sem að í rauninni ríkið á að fjármagna að fullu en gerir ekki. Þannig að við þurfum að fara í þessa umræðu fljótlega. En ég ætla svo sem ekkert að segja mikið meira. Það búið að fara ágætlega yfir fjárhagsáætlun kaupstaðarins. Ég get alveg tekið undir þau orð sem hér hafa fallið að miða við allar aðstæður að þá erum við bara á góðum stað.
við eigum að bera okkur vel, okkur hefur tekist að fara í gegnum held ég mjög mikla skafla sem að hafa verið í raun á vegi okkar og gert okkur erfitt fyrir, en okkur hefur tekist að skila hér reikningum í pluss öll árin í rauninni, þannig að ég held við getum bara verið nokkuð góð með okkur. Ég ætla svo sem ekkert að fara í djúpar umræður við bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundsson. Mér finnst að vera frekar svona svartsýnn. Ég held að sé samt aðeins bjartari heldur en í fyrra. En ég er alveg sammála honum í hvað varðar félagslegt húsnæði. Ég hef talað fyrir ákveðnum lausnum í því, að vísu hefur verið svolítið þögull, af því ég hef aldrei fengið neinar undirtektir, hvort sem að Ragnar var í meirihluta eða minnihluta, að hvað varðar félagslegt húsnæði. Það er eitthvað sem við höfum alltaf að vera að endurskoða og skoða hvað við getum gert betur. Fasteignagjöldin. Þetta er eilíðar umræða. Ég hef svona verið frekar fylgjandi því að við séum ekki að hreyfa í prósentunni. Við höfum gert það og gerðum það svolítið skart og mikið á ákveðnum árum. Ég var svona alltaf efins það. Ef að fjárhagurinn leyfir, sem hann gerir ekki núna í sjálfu sér, við verum að fara yfir þetta tímabil, en komi það sem sagt tímabil sem ég spái, það sé bara rétt fyrir framan okkur. Við frekar svartsýn að vera ekki með allavega eina lóðasölu á heilu ári. Ég held að það sé svo langt út fyrir það sem að mun gerast. Þá verður staðan alveg óvenju slæm ef það gerist ekki. Veikindapotturinn okkar er alltaf umræðuefni sem við þurfum að fara í. Varúðarfærslan sem að Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi gerði að umtalsefni, þetta er hann vísaði í söguna hvað var það veikindapottinn, að hann hefði sem sagt ákveðna sögu það að við verðum alltaf hærri heldur en það sem við erum áætla. Ég held að útsvarið hafi nú yfirleitt verið líka hærra ef við skoðum söguna heldur en að við höfum áætlað þrátt fyrir varúðarfærslu. En að lokum bara fasteignagjöldin, ég held að við höfum ekki að hræra í þeim. Það er rosalega freistandi alltaf og mér finnst alltaf þegar verið er að tala um þau og menn er að tala um að lækka þau og allt það. Það sé svona billeg auglýsing eða slá sér til riddara með því. Ég held að þetta er eini tekjustofninn sem við höfum eitthvað vald yfir og ég held að við eins og staðan er þrátt fyrir að ég held að hún sé þokkalega góð með alla ytri aðstæður. Þá eigum við ekki að vera að hræra í þeim tekjum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Eins og aðrir sem hafa komið inn við pontu, þá vil ég sömuleiðis byrja að þakka fyrir þessa vinnu sem við erum hérna að uppskera í fyrri umræðu og byrja að þakka starfsfólki á stjórnsýslu og fjármálasviði. Við vitum vel að þetta álagstími og krefjandi að fara í gegnum svona áætlanagerð. Þá sér í lagi þegar reksturinn eins og hann og ekki á þeim stað sem óskandi nú væri. En sömuleiðis vil ég þakka bæjarstjóra Haraldi Benediktssyni fyrir yfirferð á helstu stærðum í áætlun kaupstaðarins. Alltaf mjög gott að fá svona samantekt í byrjun áður en við förum inn í formlegu umræðuna. Og eins þakka ég henni bæjarfulltrúanum Líf Lárusdóttur formanni bæjarráðs fyrir góða samantekt einnig. Og kannski það sem að tekur aðeins úr þeirri umræðu einmitt að við þurfum kannski að hafa kassan úti og vera smá bjartsýn á að hlutirnir munu snúast okkur í hag á vonandi komandi árum, segi ég. Þannig að en á sama tíma þurfum náttúrulega líka að þegar maður fer í gegnum smá svona tímabil þá þurfum við átt okkur á hvar tækifærin liggja og oft það þegar maður fer í gegnum svona erfið tímabil og þá fer maður að hugsa hvar tækifærin liggja. En ekki þegar hlutirnir eru rosalega góðir, þá lætur maður hlutirnir svolítið viðgangast. Þannig að maður þarf kannski líka að draga lærdóm af því að maður á alltaf að vera að rýna í hvernig reksturinn sama hvernig gengur. Og náttúrulega búin að vera að fara í gegnum mikla vinnu og margt í gangi á mörgum vígstöðum til þess að ná stjórn á hækkandi rekstrarútgjöldum hjá okkur. En búið að fara mjög vel yfir margt og ég tek undir orðs kollega míns í Framsókn og Frjálsum, bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundsssyni og hans ræði hér áðan og tillögur sem hann bar upp. Bara mjög góðar og væri mjög gott einmitt að rýna þess í þær nánar svona milli umræðna. En það sem mig langaði kannski aðeins að stikla á og segi ég svona bara til sem langar að fá hlutina aðeins skýrari og það tengist aðalega vinnunni við fjárfestingu og framkvæmdaáætlun. Og því ég var svona þess að kynna með gögnun fyrir fundin núna og þá rak ég augun í, og ég hafa nú lesið það áður, í tíma- og verkáætlun við fjárhagsáætlanagerð og þar stendur í e-lið þess skjals að afgreiða fjárfestingu og framkvæmdaáætlun. Það ekki tilgreint hver bera afgreiðana beint. Við vitum það hún fer í umræðu hjá okkur hér. Við afgreiðum hana hér úr bæjarstjórn öll vinnan og undirbúningu verið hennar gerð hvar á raunverulega heima. Og ég upplifi svolítið á þessu kjörtímabili að þetta sé búið að vera smá óráðið hver á þessa áætlun. Við áttum vinnufund í september sem var bara fínn. Við erum held ég svona mestmegnis á sama stað við mörg verkefni og líka bara með við fjárfestingagetu sveitarfélagsins. Og umræðurnar voru það að við ætlum að vera í stakk búin, vera vel undirbúin fyrir stærri og fjárfestingaþörf verkefni hjá okkur sem eru kannski dýrari en fjárfestingagetan okkar núna á næsta ári. Þess að við getum að vera tilbúin þegar sveiflan kemur og við getum þá hafist handa. Síðan tilstóð verði vinnufundur í byrjun október, ef ég man rétt, sem var frestað af bara góðum rökum. Við vorum enn bara í óvissu með hver raunverulega fjárfestingagetan okkar og hver umræðan okkar átt að vera á þeim fundi. Og einhverjum aðeins, slökknu við ljósin. Veit ekki hvort þessi skilaboð til mín, ég bara hætt að tala. Það búið. Nú bara það byrjir. Það ok, þá höldum við áfram. Og en einhvern veginn hafði ég alltaf væntingar til þess að við myndum ná einu sinni aftur saman til þess að undirbúa betur fyrir umræðu.
Við tókum síðan í skipulags- og umhverfisráði áætlunina fyrir, núna 3. nóvember síðastliðinn og taldi ég svona trúum það að við varum að fara að taka okkur aðeins dýpri umræðu hana til þess að forgangsraða og koma þá svona formlegri afgreiðslu úr okkar ráði áfram, en svo var ekki og í raun og veru var bara bókunin þannig að farið var bara yfir hana. Án þess að við kannski fórum í einhverja djúpar breytingar á henni, en þar fengum við með tölu sem var nefnd við okkur getu sveitarfélags á næsta ári sem voru 500 milljónir í fjárfestingar. En í dag erum við að horfa á áætlun sem segir 650. Eins þarna ákveðin atriði sem við vitum að munu hliðrast til, eins og hringtorgið við Akranesveg sem mun farið fyrir 2 ár, en við erum með þetta bara 1 ári. Þannig að það eru svona hlutir sem að þyrfti að rýna eins í. Mögulega hefði ég kannski átt að gera eitthvað meira á þessum umrædda fundi 3. nóvember og ég tek það alveg á mig en ég breyti því svo sem ekki núna. Ok. En ég ég dreg samt þá ályktun svona með þessu umræður að það er svona óvissa hvaða ráð á þessa áætlun og ber ábyrgð að koma henni áfram áleiðis svona í endalega afgreiðslu. En á sama tíma alltaf líka mjög mikilvægt að við sem hópur séum búin að ná svolítið saman helstu atriðin þar inni. En ég svona allavega fyrir mitt leyti þá þyrfti þessi lína að vera eins skýrari. Þáttur að ég tel alltaf að þetta sé í okkar umboðin í skipulags- og umhverfisráði að skila tillögu til bæjarráðs. Og eins og ég sagði, eftir að góða eitthvað svona samráðs- og vinnufundi í bæjarstjórn, þar sem áherslur væri þá skýrar með við fjárfestingagetuna. En ég meina svo náttúrulega í tvígang bæjarráð búin að taka þessa áætlun fyrir núna í október. Ég veit svo sem ekki nánar hvernig umræðan þar hefur nákvæmlega verið. En ég kannski spyr bara meirihlutann og þeir með gera upp hugar hver vill svara þessu. Og hvort að það hafi ykkur umræða verið innan ykkars hóps, innan meirihlutans, hvernig þessum verkefnum hefur verið forgangsraðað og eru þau í takt við ykkar áherslur. Og fjárfestingagetan okkar umfram 500 milljónir, af því að hún er 650 í skjölunum sem við erum með. Og ef það er, þá er það bara frábært. En síðan kannski líka að núna milli umræðna, ef svo hvernig ætlum við að vinna með þessa áætlun? Hver hefur umboðið til þess að leiða hann áfram? Takk. Takk fyrir. Viltu sætis Alexía Sigurmundsdóttir. Ég hef ekki kannski svörin við öllum spurningum bæjarfulltrúans, en ég vil þó segja það sem forseti bæjarstjórnar að núna eru þessi skjöl komin til okkar, til bæjarstjórnar, til umræðu og ákvarðanatöku og ég bara tek undir það sjónarmið sem að bæjarfulltrúi Sædís Alexía setti fram að það er mikilvægt að við finnum flöt á því að við sem hópur, bæjarstjórnin öll, getum farið vel yfir þetta flagg, fjárfestingu og framkvæmdaáætlun, áður en að við tökum það aftur inn til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þannig að við að minnstu kosti þessi 9 manna hópur bæjarfulltrúa fáum tækifæri til þess að fara vel yfir þessa áætlun og forsendurna fyrir henni og forgangsröðun þar. Við finnum flöt á því að milli umræðna. Orðið laust að nýju, bæjarfulltrúi Líf Ása Skarsta. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, kæru bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur kunna hlýða.
Ég vil byrja á því að þakka öllum starfsmönnum sem hafa lagt ómælda vinnu í gerð þessara fjárhagsáætlunar. Ég veit að undirbúningur og vinna við svona umfangsmikið verkefni krefst mikils tíma, þolinmæði og fagmennsku. Og venju samkvæmt vil ég einnig þakka bæjarstjóra, Haraldi Benediktsyni, fyrir afar góða kynningu, líkt og síðastliðin ár. Það sérstakt að hugsa til þess að þetta sé síðasta fjárhagsáætlun þessarar bæjarstjórnar. Á næsta ári gæti hér setið nýtt fólk, nýtt lið. Ég vil því þakka samstarfið og hvetja okkur öll til að ljúka þeim verkefnum sem bíða með kjarki og ábyrgð. Fjárhagsáætlun er meira en tölur í Excel-skjali. Hún spegilmynd þess hvernig við viljum forgangsraða, hvert við stefnum og hver gildi okkar eru. Hún segir til hvort við viljum byggja samfélag sem stendur með fólkinu sem heldur því uppi eða hvort kerfi ráði för. Ég trúi því að við séum hér vegna þess að okkur þykir vænt Akranes. Við viljum sjá bæinn vaxa og dafna, ekki aðeins í krónum og aurum, heldur í samkennd, virðingu og lífsgæðum. Það sem mestu skiptir er fólki sem vinnur fyrir bæinn. Starfsfólki sem sinnir börnunum okkar, styður eldri borgara, heldur bænum hreinum og tryggir þjónustu við íbúa. En við verðum að segja hreint út. Við höfum ekki alltaf lagt nægilega mikla áherslu á að hlúa að þessum mannauði. Álagið hefur aukist, kröfurnar hækkað og stjórnsýslan orðið flóknari, án þess að stuðningur og stefna hafi fylgt í sama takti. Þetta er ekki áfellisdómur, heldur ákall. Það er kominn tími til að huga garðinum okkar. Því Akraneskaupstaður er eins og garður. Hann þarf að vera vökvaður, snyrtur og endurnýjaður. Ef við gleymum garðyrkjunni, vex illgresið. Við getum ekki ætlast til ríkulegrar uppskeru ef við vökum ekki. Það eru 2 ár síðan að vinna við nýtt skipurit hófst. Markmiðið er að gera stjórnsýsluna skilvirkari, skýrari og nær þeim sem þekkja verkefnin best. En nú þarf að ljúka verkefninu. Skipurit breytir engu ef það lifir aðeins á blaði. Það þarf að innleiða það í sátt við starfsfólkið og það má segja að lykillinn að farsælli breytingastjórnun sé ekki teikning heldur traust. Starfsfólkið þarf að skilja tilganginn, fá að taka þátt og vita hvert við erum að stefna. Þá verða breytingar ekki ógn heldur tækifæri. Á sama tíma þurfum við líka að ræða kostnað, sérstaklega þann sem tengist aðkeyptri þjónustu. Framsókn og Frjálsir hafa ítrekað bent á að þar séu tækifæri til sparnaðar en lítið hefur gerst og nú þurfum við að spýta í lófana. Við þurfum heildstæða greiningu, forgangsröðun og gagnsæi. Kjörnir fulltrúar eiga að hafa skýra mynd á stöðunni og vinna í nánu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk. Þetta snýst ekki að skera niður, heldur að nýta betur. Með ábyrgri vinnu getum við lækkað kostnað án þess að skera þjónustu. Við þurfum reglulegt samtal milli kjörinna fulltrúa og starfsmanna til að ákvarðanir byggist á raunveruleikunum en ekki bara Excel-skjölum. Við verðum á sama tíma að líta á fræðslu og þróun starfsfólks sem fjárfestingu, ekki kostnað. Starfsfólk sem fær tækifæri til að styrkja sig í starfi skilar betri þjónustu, minni starfsmannaveltu og meiri ánægju. Við viljum að Akraneskaupstaður sé vinnustaður sem fólk er stolt af. Staður þar sem fólk finnur að það skiptir máli. Þar sem virðing og traust eru grunnurinn að samstarfi. Þegar við hlúum að fólkinu okkar, hlúum við að framtíð bæjarins. Þegar við veitum starfsfólki rými og virðingu til að blómstra, þá blómstrar samfélagið með því. Við þurfum að horfa á bæjarfélagið sem eina heild, ekki safn eininga sem keppast fjármuni. Ég hef oft líkt þessu við ÍA. En við þurfum að tryggja að starfsfólk í Akraneskaupstaðar finni að það tilheyri liði, ekki bara sínu aðildafélagi, heldur félaginu í heild. Því þegar við vinnum saman sem eitt lið með sameiginlega stefnu, traust og virðingu að leiðarljósi, verður árangurinn meiri og leikgleðin sterkari. Við verðum að hætta að hugsa í sílóum og byrja að hugsa í tengslum. Við í Framsókn og Frjálsum munum leggja fram tillögur sem miða að því að styrkja heildina, að tryggja skýrleika í stjórnskipan, bæta upplýsingaflæði, efla mannauðinn og tryggja ákvarðanir byggðar á heildarhagsmunum bæjarins. Við viljum sjá stjórnkerfi sem þjónar fólkinu, ekki öfugt. Við viljum bæjarstjórn sem er nær, opnari og ábyrgari og við viljum bæ sem byggir á gildi liðsheildarinnar, virðingu, samvinnu og vexti. Við stöndum á tímamótum. Við höfum áskoranir en líka tækifæri. Við getum nýtt þetta tímabil til að stilla saman strengi, endurhugsa forgangsröðun og byggja samfélag sem sameinar hagkvæmni og hjarta. Það er ekki nóg að tala niðurskurð. Það er mjög niðurdrepandi orð.
að nota til lengdar og ekki til þess fallið að kveikja eldmóð í fólki. Við verðum líka að tala um uppbyggingu, manneskjur, menningu og framtíðarsýn. Þegar við vökum garðinn okkar og hlúum að honum verður uppskeran ríkuleg og þegar við sjáum árangurinn vitum við að það var þess virði. Við eigum að vera stolt af bænum okkar en við þurfum líka að spyrja, Akraneskaupstaður vinnustaður sem starfsfólk stolt af? Hann skipulagður, gagnsær og mannvænlegur? Ef svarið ekki ótvírætt já, þá það okkar verkefni að breyta því. Við berum ábyrgð og við höfum fengið traust íbúa til að fara með ákvarðanir sem snerta líf hundruða manna. Það traust þarf að vinna fyrir, aftur og aftur. Við eigum ekki að stjórna ofanfrá, heldur hlusta neðanfrá. Þegar við hlustum, lærum og leitum sátta, þá styrkjum við bæði stjórnsýsluna og samfélagið. Því stjórnun án hlustunar kaldur text á pappír, en stjórnun með hjarta skapar samfélag. Við höfum fólkið, hjartað og ástina á bænum okkar. Nú þurfum við bara að þora að hugsa nýtt, þora að hlusta og þora að vinna saman. Þá verður uppskeran ríkuleg. Þá mun Akranes blómstra, ekki aðeins á pappír, heldur í lífi fólksins sem hér býr og vinnur. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líósa Skarstað og orðið laust. Fundarliði 1 og 3, bæjarfulltrúi Kristinn Högg Finnsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Ég ætla að byrja að þakka Líósi Skarstað bæjarfulltrúa fyrir góða brýningu. Þetta var ræða með tilfinningu og ég tekið undir mjög margt sem ég var sagt þar. En ég ætla líka að þakka bara að því við erum að ræða fjárhagsáætlun og fjárhagsáætlun Höfða og fjárfestingu framkvæmdaáætlun. Ætla ég að þakka yfirferð bæjarstjóra á þeirri vinnu og yfirferð formanns bæjarráðs, Líf Ólafsdóttur og starfsfólki fyrir vinnu við fjárhagsáætlun. Ég tók sérstaklega til mín að það eru peningar í fjárfestingu framkvæmdaáætlun sem gerir ráð fyrir því að samfélagsmiðstöð fara af stað á næsta ári, 20 milljónir til undirbúnings. Ég virkilega sáttur við það að ef við höldum því inni og ég mun eins og ég hef talað kannski ekki opinberlega en við höfum tækifæri til að stækka það verkefni, gera það seljanlegra með því að auka við byggingarreit, ekki við byggingarreit þess hús heldur við auka, bæta fleiri lóðum inn í útboðið. Þannig að sá sem að tekur þetta verkefni hefur færa á að byggja fleiri hús gegn því að byggja fyrir okkur þessa samfélagsmiðstöð. Þannig að ég er mjög ánægður með það að þetta verkefni sé núna allavega á planinu og við þurfum að keyra áfram og koma þessu í útboð bara strax til áramót. Ég veit að útboðs skilmálar eða vinnan við gerð útboðsins var langt komin. Þegar við bökkuðum aðeins og héldum á okkur höndum út af því ástandi sem við horfum fram á í fjármálum bæjarins og bara í fjármálum landsins. Skuldahlutfall bæjarins á niðurleið, það er virkilega ánægjulegar fréttir. Að við getum verið staðið ansi keik og hlutinir á uppleið þrátt fyrir svolítið svartnætti sem við horfum framan í við gerð síðustu fjárhagsáætlunar. Þá finnst manni eins og að það sé aðeins jákvæðara framundan.
Bæjarfulltrúi Ragnhildur Sæmundsson gerði nokkur tillögur hérna til rýn á fjárhagsáætlun og kom með hugmyndir. Ég get tekið heils hugar undir sumar, aðra hálfum hug og sumar þarf ég að velta betur fyrir mér. En ég held við ættum að skoða þetta allt saman. Mér líst til dæmis ekkert illa á að yfirfara eignasafnið og skoða hvort þeir íbúar sem eru íbúum okkar vegum bæjarins geti fengið betri íbúður í öðrum kerfum. Margar okkar íbúður eru í eldri fjölbýlishúsum, þar sem eru ekki lyftur eða komnar á viðhald, enda bæjarinn búinn að afskrifa þar eins og bæjarfulltrúinn benti á. Við verðum samt alltaf að horfa á það að bæjarinn verður að eiga eitthvað eignasafn bara fyrir þá sem að rekast illa í svona kerfum og við þurfum alltaf að grípa. Að blanda kerfi er mjög gott og við höfum náttúrulega á einhverjum tímapunkti vorum að velta fyrir okkur einhverju bæjarfulltrúar og tölum saman stofnun okkar eigins okkar eigið fasteignafélag. En það var í raun og veru fyrir tíma þess kerfi sem nú komið á varðandi stofnframlögin og það allt saman. Þannig að mörgu leyti það svolítið meira heillandi kerfi ef maður finnur réttan partner við til þess að veita stofnframlög. Það ekki eins og dæmin sanna ekki hver sem ræður við það. Varðandi varúðarfærsluna, það mér bara mjög gott að skoða hvort að hún hvort við séum að blekkja okkur með því að færa hana niður í 3% úr 3,5%. Það bara örugglega hægt að skoða fjárhagsáætlanir síðari ára og sjá bara í hvor áttin erum við að blekkja ykkur með varúðarfærslunni. Erum við kannski ennþá með hann of háa með við hvernig útsvar hefur skilað sér inn á þeim árum þar sem við höfum verið með 3,5% varúðarfærslu, hvort að við hefðum getað haft hana lægri á þeim tíma. Þannig það spurningin hvað blekkingin er. Ég ætla bara að vera sammála bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni varðandi fasteignagjöldin og ekkert fara freka út í það. Við tökum það áfram til seinni umræðu og meðan að það eru svona óvissuþættir í þeirri fjármögnun sem við höfum von á, þá held ég við ættum allavega ekki að lýsa yfir neinum þenni niðurfærslu á prósentu fasteignagjalda fyrir við vitum þó allavega til dæmis hvernig verður þú veist það þau atriði sem að ríkið á eftir að gera upp við okkur eða taka yfir. Þannig að ég held að við þurfum að bara horfa á þetta milli umræðna, sjá síðan að því við verðum alltaf komið sterkari gögn seinna á árinu og þegar við klárum fjárhagsáætlun. Hvernig málin standa betur hjá okkur. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúa Kristján Atli Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingvar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, aðrir ákveðna liða. Það rétt að það ber að þakka öllum starfsmönnum, öllum sviðum og þeir sem hafa lagt hönd á plóg og í þessari vinnu sem að má segja sé kannski að fara að verða hálfnuð en stæðsta er eftir. Það eins og bæjarfulltrúi Sædís Alexía kom inn á ráðsfundum í okkur, þá höfum við nokkur sinnum tekið þetta skjal varðandi fjárfestinga og framkvæmdaáætlunina upp hjá okkur.
það sem er í þessu skjali núna er mjög varfærislegt miðað við þau verkefni sem við viljum fara í. Þar höfum við reynt að vinna þetta mikið saman, allir ráðsmenn, ekkert meira eða minni hluti held ég að við hlustað á allt og alla og svo sem svo vinna held ég að aldrei verið þannig að nein vinna í ráðinu verið þannig að verið meira eða minni hluti heldur hafa allir haft sitt orð og fengið sínu svona stærstu hluti held ég fram. Það hefur ekki verið þetta var unnið sem ein heild og samstarfið gengi mjög vel. Hins vegar eins og hann kom inn á að þá er talan sem við höfum verið að bíða eftir hver væri möguleg geta okkar fyrir næsta ár. Hún kemur inn á síðasta fundi hjá okkur. Aðilinn sem hins vegar hefur unnið þetta skjal og frá grunni, því miður þá var hann bara ekki staddur á landinu, þannig að hann gat ekki verið með okkur á þessu síðasta fundi, en þetta er klárlega sem mun náttúrulega koma aftur inn hjá okkur á næsta fundi í næstu viku, þetta skjal og verður rýnt betur í það. Auðvitað segja sig sjálft að allir sem hér inni og sérstaklega í ráðinu eru mjög stórhuga, vilja gera margt. Við hefum næg verkefni. Við höfum á þessu ári og munum halda áfram að undirbúa verkefni þannig að þau verði þá tilbúin þegar að birti til. Það er alveg klárt mál að næg verkefni við til og sumt erum við náttúrulega byrjuð á þurfum að halda áfram. Það er búið að gera samninga einhverja framkvæmdir sem við heldum áfram og við eins og held ég allir bæjarbúar á að séð að þá náttúrulega er búið að vinna mikið í kirkjubrautinni. Við viljum halda áfram með jaðarsbakkaverkefnið okkar. Við allir eru á því að koma niður í sundlaug á koppinn sem allra fyrst. Leikskóli. Við þurfum að laga örlítið af götum hjá okkur. Þannig að verkefnið eru ærin og við þurfum alltaf að halda áfram. Ég hins vegar velti fyrir mér aðeins þessu fallegu ræðu hjá henni Líf Ásu bæjarfulltrúa að ég vissi ekki alveg hvort að þetta var peppraða ræða eða hvort þetta var þetta var svo hjartnæmt en samt ekki, ég veit ekki hvort það sé ekki hlustað á hana í ráðunum sem hún er ég fannst eins og að mátti skilja þetta þannig að allt sem kæmi frá henni var ekki hlustað á einn í neitt en ég trúi ekki að það sé svoleiðis í það sem hún situr af því allavega hef ég allavega hingað til hlustað á hana en ég veit ekki kannski að það var að fara að breyta því en það allavega hefur ekki verið svoleiðis í skipulags- og umhverfisráðuneytinu og ég held að við höfum reynt okkar allra besta allt starfsfólk sem að snýra okkur að hlúa að þeim eins og hægt er og bæjarfélaginu öllu. Viljum við gera meira? Já. Viljum við lækka alla skatta og gjöld á íbúa? Ekki spurning sko. En við þurfum líka að láta dæmi ganga upp með það sem við erum að reyna að framkvæma og viljum við gera meira, ekki spurning og það veit ég að það eru allir sem eru þar en ég tek heilshugar undir og hlakka til að fá þessar hugmyndir sem að Líf Ása talar að sé að koma og ég held að við höfum tekið alltaf jákvætt í það að reyna að vinna með allar góðar hugmyndir alveg sama hvaðan þær koma. Það alltaf hefur verið þannig í ráðinu í okkur og þá hefur ekki verið að impra á meiri eða minni hluta heldur við höfum gert þetta í sameiningu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Sigurðsson og orðið er laust að nýju. Og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti,
bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða, ekki ávilja hlýða, á hlýða. Ég langar bara að koma aðeins þetta upp og bregðast við. Bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson, ég bara fagna því að hann taki jákvætt í þessar hugmyndir okkar að skoða félagslegt húsnæði. Og ég náttúrulega, við erum hjartanlega sammála því að við þurfum að eiga íbúðir. Við þurfum að eiga íbúðir til þess að geta gripið einstaklinga, en við þurfum líka að vinna með þeim félögum sem ég nefndi hérna áðan að framtíðarlausn fyrir þessum skjólstæðinga. Að þessi skjólstæðingar okkar, þeir verði ekki til framtíðar hjá okkur, eða langar framtíðar. Við þurfum líka að eiga íbúðir fyrir það einstaklingar sem ekki eru gjaldgengir hjá til dæmis Bjarg, Brynju eða Brák. Og verkefni okkar núna þá að skilja hvernig íbúðir og hversu margar við þurfum að eiga. Ég held það sé fyrsta skrifið. Og líkt og bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson kom inn á hér áðan, að þá mikið af þessum eignum okkar í eldri fjölbýlishúsum og til marks það hvað við erum búin að eiga sumar íbúðir lengi, að þá held ég svo íbúð sem það ein íbúð bókfær hjá okkur á 512.000. Þannig við erum búin að eiga hann ansi lengi. Þessi hús mörg hver eru komin á mikið viðhald. Það bæði, það gríðarlega dýrt að reka margar af þessum íbúðum. Það háir húsjóðir, það mikla framkvæmdir. Við höfum á þessu kjörtímabili, þá höfum við seldum til dæmis 2 og keyptum 1 í nýju húsi. Og ég held við ættum að gera líka meira af þeim íbúðum sem við eigum svo eftir. Bæði eins og bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson kom inn á að þá þetta íbúðir í blokkum sem ekki með lyftur og annað. En svo eigum við líka bara að kaupa í húsnæði sem krefst minna viðhalds. Þar sem við stöndum svolítið fyrir utan þetta. Mér langar líka aðeins að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Einars Brandssonar. Byrja á varúðarfærslunni. Það rétt að tilhneigingin hefur verið og útsvarið hefur mjög oft verið hærra en áætlanir gera ráð fyrir. Við erum, held ég, í eðli okkar og höfum verið það lengi hér í Akraneskaupstað. Við höfum farið varlega. En það líka hægt að skoða söguna þar. 2021 fórum við til dæmis með varúðarfærslunni niður í 1%. Þá var allt á útofnu, en þrátt fyrir það það allt of lágt, vegna þess að þá má engu skeiga. Við höfum líka farið upp í 4%. Og ég held að verkefni okkar núna sé svolítið að reyna, líkt og bæjarstjóri Haraldur Benediktsson kom inn á í sinni kynningu, núna á milli umræða, við séum svolítið að reyna að fanga þetta ástand sem við erum í núna. Ekki bara staðan á markanum, heldur líka þessi áföll sem hafa verið að dynja yfir okkar. Og ég held að sé betra að fara varlega þarna. Hvað var það fasteignagjöldin, þá ætla ég höfum við bæjarfulltrúi Einar Brandsson í gegnum tíðina oft tekist á þau og ég ætla svo sem ekkert að koma inn á það, en bara að segja að ég held að hann hafi komið með þennan þreytta frasa á hverju ári þennan riddara frasa sinn og hann orðinn frekar þreyttur. Hann jafn þreyttur í ár og hann var í fyrra. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti og frábæri bæjarfulltrúar og starfsmenn Haraldur Benediktsson og Steinar. Mig langar bara ekki að vera eftirbátur samstarfsfélaga minna hér í bæjarstjórn. En bara langaði að koma upp og þakka öllu starfsfólki Akraneskaupstaðar sem hefur komið að gerð þegar bara í allri þessari vinnu og hér hafa bara átt sér stað frábærar umræður, góðar ræður og góðar brýningar og ég hef bara alltaf haft svo mikla trú á okkur. Við höfum bara verið ótrúlega góður hópur að vinna saman. Við höfum verið samheldin á vinnufundum og öðru og þetta síðasta fjárhagsáætlun okkar saman og ég held að við tökum hana bara með trompi. Því að við höfum bara, það hefur verið frábært að vinna með þessum hóp, öllum bæjarfulltrúum
og mér fannst orðin frá Lífásu, alveg bæjarfulltrúa Lífásu, sérstaklega falleg og góð og bara sömuleiðis frá þeim bæjarfulltrúum sem hafa stigið hér upp í pontu. En ég hlakka bara til næsta vinnufundar og áframhaldandi vinnu að þessari fjárhagsáætlun. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jóna Magnús Sigmundsdóttir, bæjarfulltrúi Lífás og Skarðsstað. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla hér að koma að lesa hér upp, við vorum gagnrýnt fyrir það í fyrra við bæjarfulltrúar í Framsókn og Frjálsum að við kæmum ekki með neina tillögur. Við að sjálfsögðu brugðumst við því kalli og komum með 6 blaðsíður af tillögum. Ég ætla, með leyfi forseta, þá ætla ég ekki að lesa þetta allt upp. Þá væri við allt hér í kvöld. Ég ætla að fá að stikla á stóru, en þetta verður að mér skilst ef vonkerfi leyfir okkur að setja þetta inn, þetta svo langt. Þetta eru svona þær hugmyndir sem við komum með. Fyrst og fremst, nummer 1, með skipuritið. Svo umræða sem við komum með áður, að brýna okkur öll til starfa og klára þetta skipurit sem fyrst, þannig að við getum verið stolt af því að labba hérna út ef við ekki verðum hér áfram á ári, sko. Númer 2, þá var það með fjárfestingu og framkvæmdaáætlunina. Það var það sem við viljum leggja mesta áherslu á og passa upp á að sé gert á þessum tímum þar sem kannski þessi óvissa með fjárfestingagetu, að það skipulagsvinna við Kirkjubraut, skipulagsvinna við Ægisbraut og uppbygging nýs leikskóla við Vesturgötu, sem sagt skipulagsvinnan. Skipulagsvinna við Jaðarsbakka varðandi nýja sundlaug og aðstöðumál knattspyrnufélagsins og sundfélagsins, og vill ég þá nefna að samþykkt hefur verið að fara í enn einn starfshópinn til þess að fara í það, og ég vil þá bara brýna okkur í því verkefni að vinna hratt og örugglega, nýta að fullu þau gögn sem hafa verið gerð áður, og þannig að við getum bara klárað fljótt. Við höfum sýnt að hinga til að við getum unnið hratt, bara við getum séð það með hópinn með sorpið í fyrra og svo verðklass, þannig að við getum þetta alveg. Halda óbreyttri áætlun varðandi gatnaframkvæmdir þar sem hún byggist á núverandi skuldbindingum sem Akraneskaupstaður hefur gert. Svo segjum við hér skoða nýja nálgun varðandi uppbyggingu leikskóladeilda á næsta ári sem var farið í. Við erum að sjá vísbendingar að þörfin að hliðrast til, þannig að við viljum að endurskoða eða allavega skoða það almennilega, brýna skoða þær tölur sem fyrirliggja varðandi íbúafjölgun og spanna og allt það. Endurskoða fjármagn sem fyrir grunnskólalóðir. Akraneshöllin, við þurfum að greina það betur með helstu hagsmunaaðilum til að taka ákvörðun næstu skref. Svo viðhaldsverkefni eins og til dæmis kjallarinn og íþróttahúsi á Vesturgötu og tónlistarskóla og bókasafni, það þurfa að vera inni. Endurnýjun á dælubíl hjá slökkviliðinu. Og eins líka þurfum við að skoða með endurbætur húsnæði þeirra með tilliti til aðstöðumála. Svo var það með íbúalýðræðið að halda áfram með þá vinnu sem þar var byrjuð. Og þá sérstaklega það verkefni sem fékk hlutfallslega mestu kosningu, en það var Merkutúnið. Að við viljum brýna að klára það, því það var mjög flott og brýnt verkefni. Svo var það liður númer 3, mannauðsmál, greining og forvarnir vegna veikindakostnaðar. Þetta hluti af því sem ég kom inn á í minni ræðu. Akraneskaupstaður hefur greitt samtals 245 milljónir í langtímaveikindi síðustu 3 ár, en þetta án skammtímaveikinda, sem var mjög mikilvægt að greina sérstaklega. Og tillaga okkar því svohljóðandi: endurskoða mannauðsstefnu Akraneskaupstaðar og klára aðgerðaáætlun fyrir sumarið 2026. Endurskoða mannauðsstefnuna og setja fram heildstæða mannauðsáætlun fyrir 2026 til 2029.
Okkur finnst líka mjög mikilvægt að þessi stefna sé lifandi plagg og hún sé tekin upp á ekki seinna en 4 ára fresti. Þannig að þetta sé alltaf í mótun. Móta áætlun heilsueflingu og forvarnir sem miðar að því að draga úr skamm- og langtímaveikindum. Móta stefnu endurkomu eftir veikindi og styðja við andlega heilsu og heilsueflingu. Innlega árlegar líðanamælingar og þróa tölfræðimælaborð fyrir mannauðsmælingar. Efla símenntun og fræðslu starfsmanna. Hvetja starfsfólk til að sækja sér þekkingu, taka þátt í námskeiðum, faglegri þjálfun bæði innan og utan vinnustaðar. Tryggja að starfsþróun sé hluti af árlegum starfsmannaviðtölum og að þessi raunhafi rammi og stuðningur til að þróast í starfi. Þannig verður símenntun ekki aðeins skylda, heldur hluti af menningu þar sem við lærum hvert og öðru. Markmiðið með þessu að gera Akranes kaupstað að fyrirmynda vinnustaður, þar sem mannauður, traust og samvinna eru í öndvegi. Liður númer 4, þá eru það greining á þjónustunýtingu og skilvirkni stjórnsýslu. Til að ná fram hagræðingu án skerðingar á þjónustu mikilvægt að greina hvernig þjónusta sveitarfélagsins nýtt og hvernig stjórnsýslan getur verið skilvirkari. Tillegar Framsóknar og Frjálsa því að hefja kerfisbundna greiningu á nýtingu þjónustu í öllum helstu málaflokkum, meta hvort þjónusta sé vannýtt, ofnýtt eða í jafnvægi, skoða möguleika á sameiningu, stafvæðingu eða breytingu á fyrirkomulagi. Greina stjórnsýsluferla með það að markmiði að einfalda, stytta og stafræna þar sem hægt Markmiðið með þessu að tryggja að fjármunir nýtist sem best og að íbúar fái þjónustu sem í samræmi við raunverulega þörf. Svo það liður númer 5 sem við höfum svo sem margoft komið inn á og ég veit að þetta lifandi topic hérna, afsakið slettið, en það með innkaupastjórnunina. Það hefur margoft verið bent á að Akraneskaupstaður þurfi að endurskoða og samræma innkaupaferla sína til að tryggja hagkvæmni og ábyrga meðferð fjármuna. Ég veit að það komin af stað vinna að einhverju marki í þessu, en við þurfum bara að halda áfram með þá vinnu og klára þetta, því að hér að ræða stóra fjárhæðir og raunhæft tækifæri til sparnaðar án þess að bitna á gæðum þjónustu eða starfsfólki. Þar viljum við líka koma inn á það að það nauðsynlegt að við bæjarfulltrúar fáum að vita stöðu og umfang þeirra verkefna sem eru til skoðunar. En það kannski svolítið takmarkað eins og Nauðsynlegt að liggja fyrir skýr og aðgengileg greining á því hvaða verkefni hafa þegar verið tekin til rýni, hvaða niðurstöður hafa fengist og hver næstu skref eru. Slíkt gagnsæi forsenda þess að hægt sé að forgangsraða, fylgja málum eftir og ná árangri. En á sama tíma leggjum við mikla áherslu á það að það lykilatriði að fá forstöðumenn og starfsmenn með í þessa vinnu. Þeirra reynsla og innsýn ómetanleg og tryggir að niðurstöður verði bæði raunhæfar og faglegar. Með því að byggja á eigin mannauði má jafnframt draga úr kostnaði við aðkeypta þjónustu og styrkja innri getu sveitarfélagsins. Markmiðið að sjálfsögðu að lækka kostnað án þess að minnka gæði. Við þurfum að vita hvað stærstu innkaupaleiðir sveitarfélagsins eru og hvernig hægt að nýta stærðarhagkvæmni betur. Og hér fyrir neðan fylgja tillögur á næstu skrefum. Ég held að það ég leyfi bara því að ég geti lesið þetta í kvöld bara undir á koddanum. Númer 6. Sala eða breytingar á fasteignum Akraneskaupstaðar. Þetta eru verkefni sem hafa náttúrulega verið í gangi, sem gott mál og við þurfum bara að sjá til þess að þetta klárist. Nú veit ég að það nú þegar áhugi á Landsbankahúsinu, sem bara frábært, en að samanskapi að ýta undir sölu á Kirkjukóli, gamla iðnskólanum, gamla íþróttahúsinu. Og svo eins og félagi minn bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom inn á hér áðan, varðandi félagslegt húsnæði og skoða uppstokkun á því kerfi. Ég ætla ekki að hafa neitt lengri orð það, við vorum búin að ræða það. Samanskapi liður 8 með fasteignagjöldin. Þarf ekki að ræða þar neitt líka meira, það skýrði sig áðan. En svo það síðasta með úttekt á rekstri sveitarfélagsins, það KPMG-vinna sem hófst á velferðarsviði. Nú ákvörðun var tekin í desember á síðasta ári og veiti til þess að sú vinna
fór í gang og hefur verið í gangi á þessu ári. Við myndum gjarnan vilja að þessi vinna myndi klárast bara á okkar kjörtímabili svo að við getum skapað skýrleika fyrir starfsmenn, íbúa og móta stefnu sem við getum verið stolt af. Því sú vinna sem var farið í var virkilega góð, mjög góðar hugmyndir þar inni sem snúa bara að gæðum þjónustu, rekstri, starfsmönnum og íbúum og bara að gera klára það sem fyrst. Og svo að lokum vil ég kannski brýna það sem ég sagði hér áðan í ræðu minni áðan. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór kom inn á, hann vissi ekki alveg hvort að mér væri alvara eða hvort ég var að grínast. Þetta var frá mínum dýpstu hjartarótum að hvetja ykkur áfram, ekki að gera at í neinum, þannig að bara góð brýning. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Óskar. Já, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, ráðið Björnsvæðar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða. Bara góðar yfirferðir sem að hér hafa farið fram. Vil ég þakka ykkur fyrir ykkar innlegg í þessa umræðu. Ég verð að koma inn upp af því að ég viljandi alveg bara vopna þessum plöggum í fanginu. Það er rétt, ég náttúrulega sat svo sem heima við í orlofi fyrir ári síðan en hlustaði að sjálfsögðu á fundinn. Ég ætla bara að segja, ég kann að meta svona, ég fíla svona, finnst þetta flott hjá okkur. Hér stígur bara minnihluti fram með fullt af tillögum sem ég kann að meta og ég er ekki búin að fara í gegnum þetta og náttúrulega Lífasa bæjarfulltrúi hefur núna svona stiklað á stóru. Við eflaust tekum þetta öll með okkur setjum á náttborðið og margt af þessu í vinst. Þetta er bara fín brýning að klára þessi atriði. Takk fyrir það. Og eins og bæjarfulltrúi Lífasa kom einnig inn þá er þetta náttúrulega síðasta skiptið sem þessi hópur situr saman í fyrri umræðu og ég verð að smyrja það ofan á hrósi vegna þess að ég held að það sé alveg einstök samvinna sem hér hefur átt í stað vegna þess að það þarf ekki annað en að horfa bara til annarra sveitarfélaga þar sem það er oft mikill rígur og ég held að þessi rígur verði mjög oft til þess að góð verkefni fái ekki framgang og ég held að þegar öll eru botninn hvolft þá eru það íbúar í bænum sem líða fyrir það. Og mér finnst bara að auðvitað hefur verið tekist á og við höfum örgulega fengið að heyra það bæði meira á minnihluta þessi ofmikil samstaða og ofmikil 9-0 og ofmikil að fólk sé sammála. Það er sannarlega tekist á og það vitum við öll sem hér situm sem er gott og við skiptum svo skoðanum og við erum ófeimin við það. Hins vegar finnst mér bara að bara í heilt yfir við tekið þetta saman pakka þessu svona inn að bara í gagnrýni og í þessari vinnu og í aðhaldi minnihlutans hafi samt hjarta alltaf verið til staðar og svona væntum þykja fyrir sveitarfélaginu og þegar það er mikla virðingu skilið, ég alveg tala. Vegna þess að, eins og ég segi, þegar átökin verða einhvern veginn stærri en allt annað, þá er það bara íbúar sem tapar sko. Og góð verkefni fara ekki fram og með tilheyrandi átökum og leiðindum. Þannig að ég bara hlakka til að glöggva mig betur á þessu og auðvitað erum við rétt að byrja. Nú hefst mikil vinna fram að 9. desember, þegar seinni umræða fer fram hér og sem við þurfum bara að taka og finna okkur tíma sem fyrst til að koma aftur saman með öllum okkar góðu sviðsstjórum og taka hlutina áfram og rýna betur alls konar atriði og ég hlakka til vinnunar framöndan. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Sem óskar eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir orð bæjarfulltrúans Líf Lárusdóttur að þetta er virðingavert að fá tillögur. Ég tek það alveg á mig að ég skammaði minnihlutann í fyrra fyrir það var með mjög harðorða bókun þá án tillagna. Tillögurnar eru komnar
þetta mikil lesning, þannig að við höfum eftir að fara yfir þetta. Mér sýnist svona margt að þessu vera í einhverjum farvegi og kannski eitthvað nýtt þarna sem við að sjálfsögðu sem hópur munum fara yfir og ræða hérna á milli umræðna og slípum þetta allt einhvern veginn til og saman. En mig langar aðeins að kom hérna mjög góð spurning áðan sem að bæjarfulltrúinn Sædís Alexía Sigurmundsdóttir kom með. Ef ég skildi rétt þá var eiginlega spurningin hver á framkvæmda áætlun. Og mig langar bara að því ég á nú svolítið langan feril, ég tekið þátt í mörgum fjárhagsáætlunum að fyrir mína tíð þá var það bara meirihlutinn sem kom með fjárhagsáætlun, með framkvæmdaáætlun og öllu klárt og svo var bara tekist á. Og minnihlutinn var bara að taka því sem að þeim var rétt og voru langir fundir og ábyggilega einhver svona leiðindi. En þannig var það að því að mér sagt fyrir mína tíð. Meirihlutinn 2010 til 2014 var þannig samstilltur að það voru 9 af 9 bæjarfulltrúum voru 7 meirihluta og 2 minnihluta og var ég annar af þessum 2. Og þá sat ég í bæjarráði sem áheyrnarfulltrúi og meirihlutinn, hann bar þá gæfu að hann vann fjárhagsáætlunina í góðri samvinnu inn í bæjarráðinu og það voru allir sem að voru þá í bæjarráði sem tóku þátt mjög virkan og ég get alveg sagt að hér að ég átti bara mjög gott samstarf með meirihlutunum í þeirri vinnu og þannig var það eiginlega út að kjörtímabil að bæjarráði var bara með kalleginn, hvort sem það hét framkvæmdaáætlun eða fjárhagsáætlun. 2014-18 þá fer þetta að breytast og okkur bar gæfa til þess sem að vorum þá í meirihluta, eiga gott samstarf við minnihlutann og þá fóru við, og ég man það ég satt þá í skipulags- og umhverfisráði, ég held að veiti það mér sem þá líka, að við fengum og spáðum svolítið í framkvæmda áætlunina en í sjálfu sér man ég svo sem ekkert sérstaklega eftir því nema held samt seinni hlutan af kjörtímabilinu að við samþykktum framkvæmda áætlunina. Ég man sérstaklega eftir einni atkvæðagreiðslunni að þá var búið að ganga frá framkvæmdaáætluninni en þá var meirihlutinn svo þannig að það kom upp að það var kallaður einn varamaður og það voru 3 atkvæði og varamaðurinn var eitthvað ósáttur við eitt atriði og hann ætlaði ekki að samþykkja framkvæmdaáætlunina en mér til happs að þá satt aðili í minnihlutanum sem situr núna í stól forseta og bjargaði meirihlutanum og samþykkti með mér framkvæmdaáætlunina. En ég ekkert viss að meirihlutin hafi svo sem fallið þó að þetta ekki, en ég held að hafi ekki nema bara svona formlega þýðingu að ráðin sé að samþykkja. En ég held að við höfum allavega hingað til svona farið
svolítið djúpt inn í ráðunum og alltaf meira og meira sem að meira inn í okkar ráði sem Kitti, Kristinn Hallur Sveinsson, vinur minn, bæjarfulltrúi. Þarna, ég ætla ekki að, þau fara ekkert með það lengra, en þarna sáu þau mína fötlun. Hún svo að ég á mjög erfitt með að muna nöfn. En mér finnst allavega að það sé alltaf meira og meira rætt inn í ráðunum og ég held að það sé bara vel, en á endanum það alltaf bæjarráðið sem að afgreiðir áætlunina til umræðu inn í bæjarstjórn. Ég held að standi ekkert í sjálfu sér neins staðar það að ráðin þurfi að samþykkja eitt eða neitt, heldur þessu bara vísað hér inn og einst á ráðin þau bara gera ekki athugasemdir eitthvað við sinn hluta sem að snerti þau ráð. En punkturinn kannski sem að Líf Lárusdóttir bæjarfulltrúi kom líka inn á, sem ég langaði að draga aðeins líka fram, það þrátt fyrir það að við séum ekki alltaf sammála og getum alveg tekist á og slegja okkur til riddara og allt þetta, að þá held ég að gæfan hjá okkur hérna á Akranesi og það ekki bara hér sem við tölum þetta. Þetta umtalað að hér hefur í gegnum tíðina í rauninni sama hver það var skipað meirihluta allavega síðustu árin. Umtalað hvað sáttin mikil, enda held ég að við höfum, þó að við tilheyrum einhverjum stjórnmálaöflum eða flokkum eða hvað sem þetta heitir, þá vil ég trúa því að öll við sem sitjum hérna við þetta borð höfum í rauninni bara eitt að leiðarljósi, að það að bænum okkar farnist vel og fólkinu okkar líði vel og ekki að fara í neinar umræðu meira, við tökum bara seinni umræðuna og þá getur vel verið að við tökumst aðeins á aftur, en eins og fyrir að þá bara vinnum við öll saman að góðri niðurstöðu fyrir okkar sveitarfélag. Það takmarkið. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurjónsdóttir farið fyrir svo vel. Forseti bæjarfulltrúar Ari Smári Hlíða. Mér langaði bara svolítið að koma aftur upp af því að við náttúrulega búið að ræða hérna svolítið síðasta fjárhagsáætlanagerðin okkar og margt búið að segja bæði okkar samstarf hér sem að ég held að sé bara alveg hárrétt, sem bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom inn á og Jónína Margrét bæjarfulltrúi og Einar Brandsson og Líf Ása. Allt bæjarfulltrúar fyrir ekki ávarpa ykkur ekki strax öllana í byrjun og það vill svo skemmtilega til eftir að skammaðir okkur Einar bæjarfulltrúi Einar Brandsson fyrir ári síðan og við tókum þetta alveg til okkar og þetta náttúrulega bara ákveðum við að fara allt aðra leið og koma frekar fram bara með tillögur og tillögurnar eru margar hverjar, eins og bæjarfulltrúi Líf Ása fór yfir, margar hverjar enn sem í gangi, einhverju hluta byrjar og mikið af þessu náttúrulega bara brýning. Við eigum tæpt hálft ár eftir að kjörtímabilinu eða rúmt hálft ár eftir að kjörtímabilinu og við viljum skilja vel að borði. Við eigum ekki að horfa þannig að við eigum að fresta verkefnum af því að kjörtímabilið er að vera búið, sem hefur stundum tíðkast líka að fresta ákveðnum verkefnum af því að okkar tímabil er að klárast. Frekar bara hvað viljum við skilja það eftir okkur, því að það ekkert kannski auðsí að við verðum öll
vonandi einhverjir, það einhver að fylgja áfram næstu bæjarstjórn, vonandi, en þannig að við viljum frekar skilja eftir okkur góða arfleið af verkefnum sem eru komin af stað, mögulega lokið og líka kannski í þessum tillögum við horfum kannski á því sjónarmiði að við vitum að reksturinn er ekki góður. Við erum búin að leggja áherslu á eitthvað verkefni þarna sem gætu eftir vill kosta tíma og vinnu, en mikið af þessu líka bara svona langtíma hugsun, af því að við þurfum líka að vera framsýn í hugsuninni, ef við erum að fara að snúa við rekstri, erum að fara að rýna í hvernig reksturinn er sem dæmi, án þess að skerða gæðin, án þess að vera að skerða þjónustu, heldur bara betri nýting á fjármunum og einhver samlegar áhrif og hvað má annað finna, tækifæri í staðræningu og alls konar ferlum hjá okkur og hvaðina, að langtíma hugsunin mun skila okkur árangri. Þannig að við þurfum að horfa á þetta með því sjónarmiði. En vitaskuld þarna tillögur líka til þess að bregðast við ákveðnu ástandi núna, sala eigna hjá okkur, rýna í félagsleg húsnæði hjá okkur. Þú veist, það eru ýmis tækifæri sem eru kostnaðarsöm fyrir okkur og geta hjálpað okkur. Þannig að ég vildi bara koma upp aðeins og brýna þetta og svona útskýra okkar hlið eftir að fengum skamminnar frá bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni. Tjók. Og ég vona bara að það séu hugmyndir sem við getum þróa og unni áfram með í sátt og samlyndi. Og annars bara þakka þér fyrir mig. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sædís Alexía. Og ég ætla bara að leyfa mér að taka af heilu hjarta undir það sem að fulltrúi Sædís Alexía sagði varðandi það að það sem að við viljum skilja eftir okkur áður en að við ljúkum okkar kjörtímabili sem að hér sitja. Það er stutt í það og við þurfum að hugsa þetta vel og hafa framtíðina, lengri framtíð að leiðarljósi en ekki hugsa bara fram í maí á næsta ári, sko. Það tek hjartanlega undir það. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þá förum við í afgreiðslu á þessum 3 fundaliðum. Það er þá í fyrsta lagi ekki afgreiðslu, heldur leggi þá fram tillögur undir hverjum fundaliðum að þeim verði vísað áfram til síðari umræðu. Og það er þá í fyrsta lagi höfði fjárhagsáætlun 2026 til 2029 og þessi samþykki að vísa fjárhagsáætlun höfða til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari fram þriðjudaginn 9. desember næstkomandi. Gjöru svo alveg ekki á merking. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Annar fundaliður fjárfestinga og framkvæmdaáætlun vegna ársins 2026 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2027 til 2029. Þá bið ég þá sem samþykkja að vísa fjárfestinga og framkvæmdaáætlun til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari fram 9. desember næstkomandi. Gjöru svo alveg ekki á merking. Taldi ég 8 eða? Nei, ég taldi 9. Ég gleymdi örugglega sjálfum. Þriðji fundaliður fjárhagsáætlun 2026 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 27 til 29. Þeir sem samþykkja að vísa fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar vegna ársins 2026 og 3 ára áætlun 27 til 29 ásamt tillögum sem meðfylgjandir áætluninni til síðari umræðu í bæjarstjórn 9. desember næstkomandi, gjöru svo alveg ekki á merking. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá höldum við áfram dagskrá. 4. fundaliður hefur málsnúmer 2501-002 fyrir fundagerðir bæjarráðs á árinu 2025. Og hér eru lagðar fram fundagerðir, 2 fundagerðir, annars vegar númer 3607. Sá fundur fór fram 30. október síðastliðinn og hins vegar 3608 sem fram fór hann 7. nóvember síðastliðinn. Orðið lausum þessa fundagerðir bæjarráðs, það er Líf Láðarsdóttir Þórðardóttir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem á okkur hlýða. Hér liggja til kynningar liggja fyrir 2 fundargerðir bæjarráðs og ég ætla að koma hér upp undir fundargerð númer 3608 og ég ætla að vinda mér í lið 5, málum 5 sem sérst jólagjafir starfsmanna við Akraneskaupstaðar 2025. Við erum þá núna 4. árið í röð að fara í þetta fyrirkomulag þar sem að starfsfólkið okkar fær jólagjafir og jólagjöfin gjafakort sem gildir í þeim verslunum sem sannarlega eru staðsettar hér á Akranesi og vilja vera með í verkefninu. Það var örlítið breytt útfærsla í fyrra, þannig að við vekjum sérstaklega athygli á því í þessari bókun að við erum að færa okkur sérst aftur í útfærsluna sem við vorum með á árin 2022-2023 og þá í rauninni ekki milliliður, heldur eru þetta kort sem að gilda hjá þeim verslunum sem velja að vera með okkur og við létum einnig að koma fram í bókuninni að fyrirkomulagið verði vel kynnt og ég sá fallega auglýsingu þar sem jafnframt fylgdi með svo góð áminning að versla í heimabyggð til allra. Þá það mál númer 6 sem Akranes app. Það bara þannig að kannski, ég held að sé ekki búið kannski í neinu ítarlegu máli fara yfir það hér í pontu en fyrir nokkrum árum síðan var Akraneskaupstaðar eitt af 3 sveitarfélögum sem tók þátt í þróunarverkefni á vegum stefnu sem jafnframt okkar kerfi sem að hýsir okkar aðalvef. Það sem að í rauninni stóð til og var síðan gerst að það var þróað app. Og hins sveitarfélögin sem voru með okkur hafa þegar tekið appi í notkun og við höfum rætt við þau hjá Akureyrarbæ sem hafa verið að nýta núna appið í á annað ár. Það sem að íbúar geta valið að fá þarna fréttir og tilkynningar, jafnframt takað í hvers kyns fréttir eða tilkynningar þau viljið þá sjá og fá þá þetta leiðilega kannski ensku sletta push notification þar sem þú færð í rauninni áminningu í síman úr appinu ákveðna hluti sem þú stillir sjálfur. Það sem að okkur finnst kannski, og ég held við séum öll sammála að sé svona mesti akkurinn í þessu appi fyrir okkur núna að til að mynda hjá Akureyri klippikortið sem við tókum úr umferð með eftirminnilegum hætti í fyrra inn í appinu og við þurfum alltaf þegar við erum að taka ákvarðanir að vera tilbúin að setjast niður og horfa á afrakstur og meta og hlusta á íbúa þá sem að nýta sér okkar þjónustu hvað þeim finnst og það sem að kannski ég heyri mest núna frá fólki þegar kemur að móttökustöðun okkur í gámu óvissan. Við erum alveg búin að sýna tölfræðinum að það eru örlítið brot af fólki sem borgar meira en 3.500. Það breytir því sem ekki að ég fer og íbúar fara upp á móttökustöð og veit ekki alveg. Og það þessi óvissa sem verður til þess að ég heyri að inn í bílskúrum og geymslum liggi hlutir þar sem fólki í alvöru að bíða með eða að fara með annað. Og við í rauninni erum að skoða það núna bara mjög alvarlega á nýja ári að færa okkur aftur í klippikortin til að búa til meiri fyrirsjáanleika og þá að klippin verði rafræn í gegnum appið. Og appið getum við síðan nýtt og þróað enn frekar og þá jafnvel með þessum sveitarfélögum sem hafa þegar tekið upp. En svona klippikortið kannski það sem að verður til þess að þú sækir þér einmitt appið. Og möguleikarnir eru síðan margir á frekari þróun. Þannig að við höldum þeirri vinnu áfram og gerir ráð fyrir að þetta mál sé aftur á dagskrá núna á fundi bæjarráðs á 5. kemur. Nú mál númer 7 önnur fyrirspurn á stuttum tíma Suðurgötu 57, nánar tiltekið Landsbankahúsið og ég hef sagt það lengi að þetta hús og ég veit að fleiri eru sammála mér sé svolítið lykill í því að auka þarna líf og við Akratorgið og mér finnst þetta hús með marga möguleika og við höfum svona alveg lagt áherslu á það og rætt það fundum og annað að við viljum sjá starfsemi á jarðhæð sem nýtist íbúum, hvað sem var að kaffihús eða matsölustað eða eitthvað sem íbúar koma og sækja. Og þannig fáum við svolítið massan og auðvitað þarf að síðan að gera meira fyrir miðbæinn en hann þarna og torgið okkar þarna og við erum búin að þessu kjörtímabili að segja færa í rauninni fram á skipulagi og segja að þetta okkar miðbær þó að við eigum ennþá langt í land.
þá torgið þarna til staðar og Landsbankahúsið leikur algjört lykil hlutverk og núna eru 2 hópar sem hafa lýst yfir áhuga og eru bara í viðræðum við okkur og ég held að þetta sé bara eitthvað sem mjög brýnt og var jafnframt á listanum yfir þessar fasteignir sem við höfum rætt að selja og fórum með í útboð í byrjun árs Landsbankahúsið þess að. En ég vildi bara svona nefna stikla hans stóru í þessum 3 málum 5 til 7. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Já, það bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar Hlíða. Ég ætla að koma upp undir 3608. Fundargerð bæjarráðs, sagði ég þetta rétt, veit það ekki, 7. fundarlið. Aðeins svona að fylgja eftir því sem að bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir var að fara yfir varðandi Akranes appið. Þetta bara þvílík bylting í þjónustu við okkar íbúa að fara í þetta app sem og einnig í að laga núverandi heimasíðu kaupstaðarins og það rétt eins og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir fór yfir, þetta var þróunarverkefni sem Akranes kaupstaður tók þátt í á sínum tíma við gerða þessu appi og einhvern veginn féll það aðeins niður hjá okkur, þannig að að gera við grípum þennan bolt aftur, en forsendan hiklaust að klippikortið sé þarna inni. Og eins og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir fór inn á, maður búin að heyra ýmsar sögur, sérstaklega tengt óvissu. Og ég veit ekki hvort maður að fara að segja sögur upp í pontu á bæjarstjórnarfundi, en ég segi ykkur hana kannski seinna. Þannig að fólk sem bara að sjá urðunina sína sjálft með alls konar hætti. Og þetta bara, held ég, vandamál sem að vex. Við þurfum að tryggja það að klippikortin komi inn á nýju ári. Og það alveg forsenda fyrir því að fólk mun sækja þetta app. Það alveg á hreinu. Þannig að það, og sko, dyrnar sem opnast og tækifæri sem opnast bara í góðri upplýsingamiðlun til íbúa og bættri þjónustu til íbúa með appi bara, bylting. Þannig að þetta eitthvað sem við ættum klárlega að leggja áherslu á núna í fjárhagsáætlunargerðinni eða eitthvað slíkt, sko. Þannig að ég vildi bara koma upp aðeins og ítreka þetta. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sædís Alexía, bæjarfulltrúi Kristinn Hrafn Sveinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðra sem okkur hlýða, ég kem upp undir fundargerð 307 við lið 2, þar sem að bæjarráð í raun og veru hafnaði fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Það bara að gera grein fyrir stöðunni, hvernig hún núna, vegna þess að í þessari fjárhagsáætlun sem við samþykktum á fundi okkar, ég man ekki í dagsetninguna, en það var í október, þá gerðum við ráð fyrir auka að ráða starfsmann til sína tiltektar lóðum og lendum á heilbrigðiseftirlitssvæðinu. Þetta var svona gert í kjölfar þeirrar umræðu sem var á aðalfundi heilbrigðiseftirlitsins í apríl síðastliðnum, þar sem menn voru að brýna heilbrigðiseftirlitið og hvetja til þess að það færi í þessar vinnu. Við gerðum grein fyrir því að á þeim tíma hefðum við ekki starfsafl í að sinna þessu. Þetta eru flókin verkefni og geta tekið tíma og peninga vegna bara lagaflækna og eftirfylgdar. Þannig að við fjárhagsáætlunargerð gerðum við tillögu að ráða þennan starfsmann og á aðalfundinum vorum við beðin að
að komi tillögum þennan starfsmann, hvað þetta myndi kosta. Okkur fannst leiðin vera svo að setja þetta inn í fjárhagsáætlun á næsta árs og senda hana þá á sveitarfélögin til samþykktar eða ekki. Nú hefur Akraneskaupstaður í raun og veru hafnað þessari fjárhagsáætlun og ég veit að fleiri sveitarfélög eru tvístígandi varðandi þessa aukningu, þannig að við höfum boðað fund í heilbrigðiseftirlitinu og munum senda frá okkur nýja fjárhagsáætlun þar sem að þessi starfsmaður verður tekinn út og en þá væntanlega eðlileg hækkun á framlaginu miðað við þær verðlagshækkanir sem hafa verið. Svo langar mig bara að talandi lið 4 sem er akstursþjónustan. Þetta var til umræðu hjá okkur í velferðar- og mannréttindaráði framan á ári og fram undir sumar, afgreitt til bæjarráðs og er núna komið í útboð og ég sé að Consensa auglýst útboð fyrir 4 dögum, þannig að það verður bara spennandi að sjá hvað kemur, hvort það koma einhver tilboð sem að bæta þjónustu og þá allavega ekki auka kostnað bæjarins en og höfða. Þannig að þessu ber að fagna. Takk fyrir. Takk fyrir. Kristján Atli Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð í bæjarráðs. Nú ekki, það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, fulltrúar og aðrir, langar kannski bara svona aðeins að koma upp og bregðast hér við yfirferð bæjarfulltrúars Kristins Hall Sveinssonar. Bara mjög góð yfirferð aðdraganda og ástæðu fyrir því að við fáum þessa beiðni. Kannski svona skýri hvernig það lítur við mér. Við erum langstærsta sveitarfélagið innan heilbrigðiseftirlitsins og það er á leiðandi að greiða mest inn og eins og þetta er svolítið sett upp þá er þetta sama skipting, það er bara stærðin eða fjöldi íbúa og það sem mér finnst kannski vera svona gagnrýnisvert í þessu er það að við þurfum líka að horfa á landstærð. Hér eru 8.500 íbúar og sá starfsmaður sem færi þetta verkefni, ég held að sé algjörlega ljóst að það er ekki sama yfirferð þegar hann fer yfir hjá Akraneskaupstað eða Borgarbyggð eða með Snæfellsbæ. Þetta eru gríðarlega stór sveitarfélög sem eru með okkur í heilbrigðiseftirlitinu og mér finnst við þurfa að horfa til þess. Það þarf að vera einhver jafna það sem við erum að horfa á landstærð og íbúafjölda. Einhver deiling þarna á milli. Því að við getum ekki greitt alltaf, við greiðum mest inn í venjulega reksturinn og mér finnst þá ekki sanngjarnt heldur að við séum að greiða mest þarna þar sem það er ljóst að sá starfsmaður sem tæki þetta starf að sér, hann færi hér yfir bæinn á einum degi en ég held að Borgarfjörðurinn er talin í dögum eða vikum. Takk fyrir. Takk fyrir. Meðfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, fulltrúi Kristján Atli Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur líða. Ég bara þakka fyrir þessi punktar á bæjarfulltrúar Ragnar B. Sæmundssoni. Heilbrigðiseftirlitið hefur engar aðrar forsendur til kostnaðarskiptingar en þær sem eru settar varðandi þessa íbúafjöldaskiptingu og sem við erum með núna. Þannig að en hins vegar skil ég alveg svona þessar pælingar varðandi landstærð og annað slíkt en sko
verkefnið ekki bara að fara yfir og líma á bíla og gáma og annað slíkt sem að er til óþurftar. Það er líka að fylgja málunum eftir og það er alls konar vinna við slíkt að sem sagt ein lóð getur verið margra vikna vinna bara í sem sagt eftirfylgd og bréfaskriftum og kærum og öðru slíku. Þannig að þetta er ekkert einfalt mál til að vinna og mjög erfitt að vinna þetta sem sagt nema þú sért með dedikeraðan mann í þessu eða starfsmann. Þannig að eins og ég segi, við höfum enga aðrar orður frá eigendunum hvernig við ættum að pæla þetta út öðruvísi en bara eftir þeirri skiptingu sem að gjöld eru sveitarfélög greiða gjöld til eftirlitsins á þessa stundu. Takk fyrir. Takk fyrir. Kristján Hallur Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs? Það er enginn sem gefur merki og þar með teljast þær framlagðar. 5. fundarliður, málsnúmer 25.01.003, fundargerði velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2025. Hér er lögð fram 254. fundargerð ráðsins frá fundi sem framfór þann 4. nóvember síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það óskar enginn eftir að ræða hana, helst hún þar með framlögð. 7. fundarliður, málsnúmer 25.01.004, fundargerði skóla- og frístundaráðs á árinu 2025 og hér er lögð fram 270. og önnur fundargerð ráðsins frá 5. nóvember síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það gefur engin merki og þar með telst fundargerðin framlögð. 7. fundarliður, málsnúmer 25.01.005, fundargerði skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2025 og hér er lögð fram 336. fundargerð ráðsins frá 3. nóvember síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er fulltrúi Guðmundur Ingvar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir ákveðnar líða. Auðvitað náttúrulega er alltaf mesta og skemmtilegast að vera hjá skipulagsráðinu, skipulagsumhverfisráðinu og því auðvitað verðum við að koma þar upp. 7. lið, Esjubraut hraðakstur, það hefur komið ákall frá íbúum yfir miklum hraðakstri þarna. Ég veit að því að lögreglan hefur verið þarna við mælingar en samt er kvartað mikið yfir hraðakstri og við ákvaðum að fara í þær ráðstafanir að koma fyrir þeim hraðarhindrunum eða bungum og lækka hraðan á Esjubrautinni niður í 40 km hámarkshraða. Þess má geta að einnig hefur verið kallað eftir því að koma með gangbraut yfir götuna. Því miður á þessu stigi er það bara ekki hægt sökum þess að norðanmegin við götuna er engin gangstétt og þá yrði gangbrautin alltaf að koma inn í einhvern botnlanga sem myndi gera hlutina bara stórhættulega. Og þar af leiðandi höfum við ekki farið í það en hins vegar þegar ekki verður farið í Kirkjubrautina flottu að þá er stefnan að taka þetta með í leiðinni, setja gangbraut á norðanverðu og þá verður hægt að setja gangbraut yfir Esjubrautina. Einnig barst okkur í ráðinu og einhverjum bæjarfulltrúum erindi frá íbúum við Heiðabraut þar sem að
og hefur verið skapast alltaf hætta þar sem að þarna eru neyðarbílar að keyra. Jafnframt í næsta nágrenni grunnskóli, þannig að það mikið af börnum þarna. Auðvitað lítur ráðið sem á bæjarstjórn á þetta alvarlegum augum og vill gera allt sem hægt að gera til þess að börnin okkar gangi örugg í og úr skólum. Og það var nokkrar umræður sem að sprutust varðandi ýmsar leiðir, en það sem sagt við allavega og var búið að ákveða svo sem þetta fyrir þarna að þarna verði komi þrenging. Það þrenging öðrum megin við göttuna en hún að koma jafnframt hinum megin frá, þannig að það alveg klárt mál og það bara hægt einn að keyra þarna í gegn og það ágætis lýsing á staðnum. Það eru ljósastörar beggja megin við, en auðvitað lítum við alltaf alvarlega atvik snúa að öryggi barna í umferðinni. Takk fyrir þessa góðu yfirferð. Fulltrúi Guðmundur Ingi Guðjónsson. Ég kannski bara svona bæta því við til ég bara svona sem retoríska yfirlýsingu. Það þarf enginn að svara, sko. En það athyglisvert í samhengi við þetta með þörfina á gangbrautinni meðfram Esjubraut á norðanverðu og gönguleið við Esjubraut á norðanverðu og gangbrautum yfir Esjubraut einhvers staðar á því svæði, jafnvel tveimur, þar sem að botnlangarnir norðan við Esjubraut eru hannaðir þannig að þetta eru bara akvegirnir inn í botnlangana. Það ekki gert ráð fyrir gangandi umferð þarna og þetta bara þess tíma hönnun sem við erum að glíma við í dag og bara skiljanlegt að þetta bara staðan að við þessa hönnun ekki hægt að splæsa bara gangbraut, það þarf að koma meira til. En það umhugsunarvert að alveg frá íþróttahúsinu við Vesturgötu og upp að Þingborginni við Ólís, alla Vesturgötuna frá íþróttahúsinu og upp alla Esjubrautina engin gangbraut. Það gangbraut við íþróttahúsinu við Vesturgötu, næsta gangbraut við Þingborgið við Ólís. Það hraðahindrunin á leiðinni, þar sem einu sinni var gangbraut. Þar eru ekki gangbrautaskilti í dag, þannig að hún ekki gangbraut. Önnur? Já, endilega hvíslaði að mig hvar hún En þetta svolítið langur spotti og brýnt að leysa á þessu og gott að heyra það að það verið að hugsa þetta í samhengi við Kirkjubrautar, Kálfsbrautar verkefni. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags umhverfisráðs, það fulltrúi Lífs og Skarðsstaða. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langaði að koma og ræða aðeins, við vorum einhver okkar voru á fundi fyrir bæjarstjórnarfund með Öryrkjabandalaginu og þar vorum við að ræða til dæmis aðgengi fatlaðs fólks innan bæjar og eitt af því sem að kom upp þar sem að mér fannst alveg prýðileg hugmynd og sem að mér langaði bara til að koma hér áleiðis að það var á Ísafirði var farið í það að kortleggja bæinn, kortleggja gangstéttar og gangstíga og svona með það markmið að skoða aðgengi fatlaðra og að bæta það.
og þar var notendur að fengi með, eða sem sagt var mælst til þess, ég veit ekki hvort það hefði verið gert, en allavega mælst til þess að notendur að fatlaðs fólks væri með í því og mér fannst þetta svo prýðilega góð hugmynd, því við erum alltaf að huga að gangstéttunum okkar og stígunum okkar og svona, að við ættum að taka þetta upp, að því að bærinn nú ekki það stóra flatarmáli, að kortleggja gangstéttir og gangbrautir sem að þarf að laga og hafa þá notendur að fatlara með því og sjá hvar þörfin brýn og hvar þyrfti að fara í úrbætur. Og mér langar sérstaklega að minnast á góðu strandstíðan okkar, að horfa til þess að það sé auðvelt að komast með hjólastól upp og niður á stígan okkar. Það erfitt oft að tíðum með það sem verið að fara yfir vegi og komast upp á. Þannig að það væri bara spennandi fyrir okkur að kortleggja þetta svolítið og horfa á þetta. Takk. Takk fyrir. Fleiri smáskiptir að fundargerð skipulags umhverfisráðs. Svo ekki, þar með helst sú fundargerð framlögð. Við förum í 8. fundarlið. Málsnúmer 2501-023 fyrir fundargerðir og fleira frá Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili á árinu 2025 og hér lögð fram 164. fundargerð stjórnar Höfða frá 27. október síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð. Það óskar enginn eftir að ræða hana. Og við förum þá í næsta fundarlið, málsnúmer 2501-029, fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2025. Hér lögð fram 987. fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 21. október síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þar með telst fundargerðir framlögð. 10. fundarliður og svo síðasti á þessu fundi, málsnúmer 2501-027, fundargerðir frá SSVAF á árinu 2025. Hér lagðar fram 2 fundargerðir frá 190. fundi stjórnar SSVAF sem framfór 20. ágúst og 191. fundi stjórnar SSVAF sem framfór 1. október síðastliðinn. Orðið laust þessar 2 fundargerðir stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Það óskar enginn eftir að ræða þær og teljast þær með framlagðar. Og fleira ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir afar góðar umræður á þessum fundi og hlakka til að vinna með ykkur á milli funda að frekari rýningu og skoðun á gögnum sem að tilheyra fjárhagsáætlun. Takk fyrir þennan fund og segi fundi slitið.